Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Segðu það á Samstöðinni. Hér á Samstöðinni, hjá mér Sigurjón Magnús og María Lilja. Við viljum að fara yfir fréttir dagsins. Það gaus á Suðurnesjum. Enn og aftur. Það byrjaði nótt. 12. gósið. Já. Það var komið svona viðvörun hérna áður að fara að sofa. Já. En meiri hjá Maríu, því hundurinn er búin að vera óstýrilátur í 2 sólarhringa. Hann alltaf svona fyrir gos. Segja Sigurjón þetta í gæri að hundurinn minn hann verður alltaf svolítið svona ómögulegur. Hann búin að taka upp á því núna síðustu nætur að svona brjóta sér leið inn til mín á nóttunni og vill sofa helst upp í, sem að ég er ekkert voðalega hrifin af. En ég er búin að vera agalega pirrað á honum greyinu, sko. En svona er þetta. Svona er þetta bara. Hann skynjaði þetta. En þetta ég man ekki númer hvað þetta gos og þetta svona langt frá byggð. Sprungan ekki á leiðin til Grindavíkur. Nei. Ekki heldur yfir Keflavíkurveginn. Nei. En það komu svona einhverja gufur og einhver leiðindi yfir fólki í Keflavík og Njarðvík. Já, það gerir það. En ekki til Grindavíkur. Nei. Og fólk þar frekar pirrað að hafi verið sendt út úr bænum. Já, og líka sáum við það átt að vera mistaramót þeirra í golfi, en það var bannað. En sem náttúrulega gósið svolítið langt frá golfvellinum, þannig ég skil alveg pirringin í þeim. Já, það eitt sem mér þótti áhugavert í fréttum að þessu í dag, en það að tjaldsvæðið við Grindavík, það var rýmt og það var rýmt í þvílíkum hvernig að fólk fékk ekki að taka saman eigur sínar. Þannig að það fullt af á tjaldsvæðinu. Er fullt af verðmætum eignum, tjaldútbúnaði túristana sem voru þarna á þessu svæði. Ekki búin að koma eitthvað seinna í dag? Jú, svo fengu þau að koma aðeins seinna inn og svona tína saman, en þetta var gert í svona miklum hvelli á meðan að kannski bærinn var ekki rýmdur í jafn miklum hvelli. Já. Það voru einhverja viðvörunarbjöllur, sagði einhver túristinn sem hann vaknaði við mikinn áhuga. En já, þetta er 12. Gósið og eins og hafa verið síðustu skipti þá fer þetta á stað með miklum trykki, en svo svona dregur úr því í dag. Já. En hvaða verður, veit við ekki, það er búið að opnast önnur sprunga, þannig að það 2 sprungur. Það var nú eitthvað deilt það, einhver jarðfræðingur var að segja að þetta væri eiginlega sama á sprungan, ég man ekki hvað það var, en það voru líklega þetta að sækja upp á sama, en það kemur á eftir Þorvaldur Þórðarsson, eldfjallafræðingur, sem að ég hef sagt að hugsar eins og eldfjall, þannig að þið getið spurt hann að því. Það Grindvíkingar sem hafði samband við mig, fréttið að hann ætlaði að koma hingað, Þorvaldur. Og sagði þau verið að spyrja hann að því hvort það geti verið að þess að kvika núna komi einhvers annar staðar en úr Svartsengi. Af því að þar sígur ekki land. Heldur bara áframhaldandi vöxtur. Þannig að hvaðan í veröldinni kemur þá kvikan, spurningin.
Svo kemur til okkar líka í þessu Dagmar, nú mæni ég augnablikinu hvers dóttur hún en sem rekur gistihús í... Dagmar, hún Valsdóttir. Já, það ekki, já. Og hún kemur og hún rekur veitingahús þarna. Ég veit að henni svíður svolítið sko þetta sem að búið að vera að gera sko í fjárhagsaðstóðir og svona fyrirtækjaeigendur hvað hefur verið skildir eftir. Já. Held ég alveg örugglega. Það hérna, við bentum á það í upphafi þegar voru komu eldgos þarna nærri Grindavík að þetta ekki bara hamfarir, náttúruhamfarir, en þetta kannski ekki eðlilegt að tala bara alltaf við jarðfræðinga, heldur auðvitað náttúrulega miklar mannlegar hamfarir og sveitafélagi Grindavík og mannfélagi þar hefur náttúrulega gengið í gegnum. Já. En ég ætla þá að segja líka, ég hef búin að tala við nokkuð marga í dag, Grindvíkinga, og niðurstaðan eiginlega þessi að sko, fólk vill helst ekki koma, tala opinberlega, því að eitt orð getur verið mistúlkað og verður svona leiðinlegur andi í kringum það sem að kannski óréttlátt og annað og fólk bara kæri sig að lenda í þannig farauðri. Sko. Já, það svolítið þaninn hérna svona... Já. Bógin í Grindavík. Herðu, en talandi Sanda Boga, þá fréttin sem var bara detta inn núna að öfugt við það sem við sögðum að við vorum svona í að því og ég held að við látum gabbast svolítið að því að heyra í svona stjórnarþingfólki þegar var verið að loka þinginu að ráðherra myndi finna Hanna Katrín myndi finna eitthvað ráð til þess að framlengja strandveiðina. Sagðist þeir búin að finna 1000 tonnin. Já, og hún var búin að því sko. Það í dugar ekki, það klárast bara á morgun og Fiskistofa ætlar að loka. Og eftir því sem að fréttirnar núna þá bara ekki lagastóð fyrir það að ef að þingið afgreiðir ekki lög þetta, þá getur ráðherra ekkert bara verið að afgreiða allt með einhverju reglugerðum. Þannig að strandveiðiflotinn hann fer í bæinn í land á morgun. Og þá mun eitthvað heyrast, held ég. Já, og meðal annars ég annarkvöld. Við hljótum að ná í eitthvað góða strandveiðimenn til að tala við okkur. Já, þeir voru á Austurvelli að lýsa við stuðningi við ríkisstjórnina. Já. Þannig að þeir hafa trúað þessu að myndu afgreiða þetta og við trúðum þessu. Við töluðum við fulltrúaflokks fólksins og létu svona eins og þeir var að ná þessu í gegn og þegar við vorum að fara yfir málin sem að ríkisstjórnin náði ekki í gegn, þá nefndum við þetta frumvarp, en við sögðum að líklega myndi það ekki hafa áhrif á þessa vertíð að við trúðum þessu. Já, ég meina það var alltaf að tala þetta væri ekkert mál, þetta væri bara reglugerð, bara svona viðauki, bara tímabundi viðauki, en það virðist ekki vera til í lagastoð fyrir það. Herðu, við höfum svolítið verið að tala svona áróðurinn sem eftir lokun þingsins, hver á að vinna, hvað umlega gerðist og við tókum núna svona, við höfum ekki oft gert að tekja svona greinar, það greinavísi eftir Heiðrúnu Lind Marteinsdóttur, þar sem hann að tala einmitt gegn því að ráðherra framlengi eða auki við strandveiðikvótann. Og hún heldur það fram, rökum að þetta sé sóun, að það sé verðminni fiskur sem veiddur í strandveiði og verði minna úr afurðunum sem þar koma. Þetta alrangt og þetta eru margsinnis verið leiðrétt við Rauðaborðið og minnst Arnar Atlason sem formaður í samtökum fiskvinnsla sem ekki útgerð og sem kaupa alltaf markaði. Hann segir að þetta bara besti fiskurinn. Þetta besti fiskurinn og þetta sá fiskur sem gefur okkur mestu verðmætin. Þetta fiskurinn sem allir vilja kaupa í útlöndum en það sjáu þið að þegar verið að auglýsa íslenska sjávarútveg þá alltaf mynd af skandveiðibát. Það aldrei mynd af togara. Af því að almenningur út í heimi vill ekki kaupa togarafisk. Hann vill kaupa handfærafisk af því hann veiddur þann daginn. Hann veiddur í friði við náttúruna. Ekki náttúrulega við greiði fiskin sem beita á öngulinn, en hann skrapar ekki botninn og fer ekki illa með hann eyðir ekki jafnt mikið af olíu og þetta svo veit fólk það líka, þetta samfélagslega vænar veiðar. Þannig að ég bara vildi benda á þetta að áróðurinn heldur áfram og þetta byggt á einhverju, nú manni það ekki alveg, ég held að segja eitthvað 2005 eða 2006 var gerð eitthvað rannsókn sem benti til þess að þarna væri verðfarið með afla, en það var áður en að voru konar klakavélar og eitthvað fleiri borðu í allar hafnir. Já, fyrst þetta byrjaði, þessar veiðar, þá fóru margir sem höfðu ekki verið til sjósjapur og það var svo illa blóðgaði fiskurinn.
Já. Já, þeir voru jafnvel að skemma hann með að kunni ekki að blóðgan. Já. Og svo það náttúrulega þú ert að segja þetta fyrir 20 árum, sko. En SFS heldur bara áfram að vitna í sömu skýrslunum. Já. Ég sé hérna, regg augun í að það hefur eitthvað svarað henni, bara hérna núna. Já, það eru nokkrir sem eru Já, bara hérna, bara fyrir stuttu, en ég meina þeir sko tala hérna að Hanna Katrín Friðriksdóttir að henni takist að tryggja áframhaldandi öfluga strandveiðar. Þeir eru að svara Heiðrúnu Lind. Já, einmitt. En það er bara komið út núna, við verum að trúa Ríkisútvarpinu, að segja það frá Fiskistofu að þeir hafi að fara á ráðuneytinu, að það verði ekki sett reglugerð, þannig að það verði stöðvað strandveiðar á morgun. Vonandi leiðréttum við það bara á morgun, að verði strandveiðar á morgun. Já, annars verðum við að heyra í ykkurum af þeim 800 skipstjórum sem Stundum er óvissa í fréttum. Á svona bátu kallast menn formenn, ekki skipstjórar. Já, það. Ég veist það ekki. Það er frétt frá Norðurlandi sýknaður af ákæru nauðgun. Ekki hægt að sanna ásetning. Lásuðu þessar fréttir? Nei, ég gerði það. Það er atvikalýsing. Já. Það sem að maðurinn tekur konuna hálstaki og hann hefur við hann að enda þar smök. Hún er með mikla áverka og er í miklu sjokki sem hann fer. Hennar framburður er alltaf stöðugur, allt sem bendir til þess að hennar frásögn sé rétt, en það er hins vegar ekki hægt að sanna að maðurinn hafi ætlað sér á nauðgunni. Já, því hann sagði nei. Það er eitthvað óvart. Hann reyndar segir það sambandi við endaþarfsmökin að það hefur verið myrkur og hann hefur ekki alveg vitað hvað hann var að gera. Þetta við ætlum að fá hérna á mánudaginn. Ætlum við að fá Guðnýju Bjarnadóttur meðal annarra til þess að koma og ræða eins við okkur um þessa stöðu sem eru upp í kynferðisbrotamálum. Við erum einhvern veginn að sjá ítrekkað frávísanir og svona upp í svolítið erfiða stöðu þórelda. Hún ásamt fleirum að marsera í druslugöngu eftir 2 vikur. Tæpar. Og við ætlum að fara svolítið yfir þetta, en þetta er staðan, þetta er það sem er búið að vera að benda á í mörg ár og að það þurfi að verða einhverjar svona úrbætur á dómskerfinu því að það gengur auðvitað ekki að það er ekki hægt að snúa sönnunarbyrði við í neinum málum en það hlýtur að vera hægt að tala fyrir einhverjum öðrum lausnum. Það er bara, þetta getur ekki gengið svona upp. Nei, og ég held að segja bara meginþorri almennings sé eitthvað starf á þeirri afstöðu. Já, og svo var dómara sagt líka, sko, það verður að vera sönnun, sko, eftir sittur samfélag þar sem að er bara grunur mikils meginþorri almennings að menn komist upp með nauðga konum. Og af því að sko kerfið er bara þannig að það sé erfitt að orða á móti orði. Og þá er spurningin, sko, þarf þá ekki bara að smíða eitthvað annað kerfi? Jú, það þyrfti eiginlega að vera einhvers konar svolítið hlýðar við þetta. Ekki að lifa við þetta. Nei, þetta er alveg... Einhverju getur sagt að við getum ekki lifað við það sem verið að dæma einn saklausan vegna þess að við náðum 99 segum. Við getum ekki lifað við það, segir ykkur. En við getum heldur ekki lifað við ástandið þess að núna. Nei. Það er alveg rétt. Það þarf einhvers konar úrbætur. Leitum að lausninni. Talandi svona langarandi ágreiningsmál, þá kemur frétt beint ofan í það mikla deilur í kringum útgerðina núna. Sjómenn kalla eftir skýringum á mun á makrílverði milli Íslands og Færeyja. Og það er ef þú landar makríl á Íslandi þá færðu kannski 115 krónur fyrir kílóið. En ef þú gerir það í Færeyjum þá verður 230 krónur. Svo nú fyrir undir sjómenn. Hvernig stendur því? Fara íslenski sjómenn svona illa með makrílinn að... Nei, þeir kom ekkert við hann. Nú hvað, en af hverju er... Hann var dælt beinir í lesta. En af hverju er það miklu svona lægra verð á Íslandi heldur í Færeyjum? Já, af hverju heldur? Ég spyr. Já, það er svo augljóst að það er til að lækka laun sjómanna og borga minni hafnagjöld og þetta er bara það. Og svo eru meira þess að íslenskar fiskvinnslur eða verksmiðjur sem er að borga sko útlendingunum hærra verð heldur en Íslendingunum. Og þetta er búið að viðgangast árum saman. Ef færeyskur bátur myndi hætta við að landa í Færeyjum og myndi landa á Íslandi, þá fengi hann 240 krónur. Er þetta vegna þess að það eru sömu mennirnir sem eiga útgerðirnar og bátana? Þannig að þeir geta stýrt þessu svo leið. Já, þeir ráða hvað er. Já.
Þeir sem að tapa á þessu eru sjómenn og þeir eru náttúrulega hvert yfir þessu. En það líka sveitafélögin tapa á þessu. Ég heldur betur. Því að hafnargjöld eru miðað við aflaverðmæti. Og svo líka útsvarstekjur af sjómennunum og líklega verksmiðjan er ekki með tapi og þetta er flutt út eitthvað. Það er bara samfélagið heilt tapar á þessu. Já. Þetta hefur við vitað. Og við líka bara. Þetta er það sem þetta er ránt. Þetta höfum við vitað ansi lengi. Já. En það er samt ekkert gert í þessu. Nei. Heldur að þessi umkvörtun Valmundar, hann er nú formaður sjómanna sambandsins. Já. Það var nú fleiri verið að benda á þetta, velstjórarnir. Sá duglegast í þessu, Guðmundur Þórn Ragnarsson sem var formaður VFM, Vélstjóra málmtæknimanna, hann fór bara í heljarinnar, hann hefur talað þetta hérna hjá okkur endar, hann fór í heljarinnar herferð fyrir þessu og hlaut náttúrulega víða bátt fyrir en lét ekki segjast og hann benti á þessa mismunun og hann var búinn hann aflaði sér verðið í Færeyjum og Noregi og alltaf í öllum dæmum var eitthvað svona tala, svona skakkur samanburður. Hann er bara þannig. Já. Sami sjórinn, sami fiskurinn. Við verðum að finna leið til þess að... Það er nýjasta, þetta var ekki, makrillin var eitthvað neginn, þau fóru í smuguna fyrst, þegar makrillin var þar, og það var lengri sigling til Íslands, heldur en til Noregs með aflan og þá hafði hann eitthvað láta á sjá á leiðinni, en það mun aldrei helmingi, það bara kemur ekki til greina. Við verðum að finna leið til þess að fjalla þetta, því að þetta kemur alltaf reglulega fram í fréttum. Og svo bara hverju verður úr fréttum og það bara gerist ekki neitt. Það er svo stjórnvöld hafa engan á þessu máli. Nei, ekki hingað til alveg. Nei, bara sjávarútvegsráðuneytið, hvað heitir í dag. Jó, við erum reyndar núverandi ríkisstjórn, hún er miðað við 80%, ætlaði að taka bara 100% miðað í Noreg og fór með henni í 80%. Hvernig það verður svo framkvæmt, ég veit það ekki. Já, það er eins og með, þetta er uppsjávarfiskur og þá má nota viðmiðun á markaðsverði í Noregi. Já, 80%. Því að markaðsverði í Íslandi þykir óhæft. En það er bara til þess að ríki geti ekki veiðigjöldin. Sjómennið fá ekkert meiri útborgað út af því. Jú. Nei, það er bara útreikningurinn á veiðigjöldunum miðast við verði í Noregi. En það er ekki þannig að þeir sem sé skylt að landa við markaðsverði í Noregi. Það er ekki í þessum lögum. Já, minnar það? Já, það ríkja bara hugsa sig. Já, sem það ríkisstjórnin skili sem sagt sjómennina og litlu byggðarlaun út á landi bara eftir. Já, þetta snýst ekki það, þetta snýst bara að ríki fái þannig að sjómennin þurfa sjálfur þá að berjast fyrir sínu. Já, herðu, það er vissn í aðra greina því að mér er svolítið skemmtilegt svona þegar það er svona rosa átök og það er hann Elliði bæjarstjóri í Ölfusi sem er eitt af þessum sveitafélögum sem hafa stórlega tapað á kvótakerfinu. Þannig að Ölfus var eiginlega byggð upp af samvinnuútgerð sem að kaupfélag á Selfossi byggði upp. Byggði öfluga, bara eiginlega bjuggu til Ölfus. Nú er sá kvóti allur farinn og lungu seldur úr samvinnuútgerðinni og allir búin að selja kvóta eftir stendur Elliði alltaf reyna að fá vassverksmiðjur og eitthvað svona alls konar dóttur í. En hann stígur núna fram og rosalega reiður út í ríkisstjórnina. Það var brent 230 milljörðum með því að sækja 7 milljarða. Ég veit ekki hvað ég að útskýra þetta en þetta er markaðsvirði á hlutabréfum í þessum 3 sjávarútvegsfyrirtækjum sem er í Kauphöllinni. Þau byrjuðu að lækka þarna því að þeim minna lónan kom ekki. Þannig að til að síldarvinnslan er gríðarlega háð lónunni og þannig að það er lækka út af því og það er líka verðbólga og efnahagshorfurnar ekki sérlega góðar en það verður við lækka en hann vil þýða þetta yfir á bara alla útgerðina og þannig að það hafi raunverulega fallið í verði 230 milljarða eign þeirra sem eiga útgerðina. Já. En mér getur þá sagt á móti, ég meina, who cares? Ég meina þótt að þeirra mat hafi lækkað því það væri hægt að halda fram með sama hætti að við myndum bara lækka laun helming, lækka laun sjómann helming, að þá batnar hagur eigenda útgerðarinnar og þeir geta borgað sér meiri arð og þá hækkar verðið á þeim í Kauphöllinni og það er þar alveg góð tíðindi, samkvæmt Elliða. En það er náttúrulega hryllileg tíðindi og samfélagslegur bara hryllingur ef það er verður. Já, en hann er líka að tala
hvað lífeyrissjóðirnir hafa tapað til þeir eiga í þessum... Já, eitthvað í þessu að skýla sér á baki það eins og þessi almenningu sem á þetta. Björn Leví, hann svarar þessari greinu hérna, hann talar að þetta sé nú flóknara orsakasamhengi hérna, en hann segir að hlutabréfavísitalan, hún sé vissulega lægri en hún var í upphafi árs en hún mun hærri en hún var fyrir kosningar, bendir hann til dæmis á. Þannig að hún sveiflast bara óháð þessu tiltekna máli. Elliði hérna hann birti graf með greininni, þetta var einhver kall sem hafði reiknað út og ég með það hérna til þess að sína þá sem að horfa á sjónvarpið en ekkert að hvetja fólk til þess að horfa mikið á þetta. Nei, alveg, þetta líka meðist þetta skipta máli að vera að ræða þetta vegna þess að það alltaf verið að halda okkur að arðsemi. Arðsemi það hvað eigandi getur dregið mikið fé út úr rekstrinu. Ef við hækkum laun þá minnkar arðsemi. En það minnkar ekki þjóðhagsleg hagkvæmni að greininni. Nei. Þú veist, við megum reka hérna bara... Ekki fiskurinn heldur áfram að seljast það sama virði. Okkar vegna má reka öll þessi fyrirtæki bara á nulli. Þannig að þau bara... ekki gert svolítið mikið úr þessu sem hann að skrifa Elli, þetta ekki bara... Nei, mér finnst það að því að það hefur verið að... Nei, ég meina almennt. Nei, það hefur nefnilega búið að vera hálf heilað þú almenningum það að arðsemi sé mælikvarði sem eigi að nota til þess að vita hvort að útgerðin sé góð eða slæm. Arðsemi snýst bara hvað eigandi getur tekið mikið pening upp úr þessu. Þannig að við erum að horfa á það hvað er mikið skilið eftir í byggðarlögunum, hvað er borgað mikið í skatta, hvað er borgað há laun og þar heldur göttunum. Herðu, Dómstóll ESB staðfesti niðurstöðu varðandi vörumerkið Æsland, þið kannið þetta mál. Já. Ég sá einu svona aukafrétt sem að tengist þessu. Að í einhverjum fréttamilum, ég held að vera á Vísi, að þá er Lilja Alfreðsdóttir að tala þetta mál. Þá er hún að minna á að hún hafi byrjað málið og að því að við vorum að tala Höllu Hrund hérna í gær þá held ég að sé svona undir alda í fréttunum sem við erum að segja forystu deila eða átök í Framsóknarflokknum hver muni taka við að Sigurð Inga sem mun verða, ég held að spá innan árs. Já, áhugavert. Já. Það er sem sagt hún vil minna á það. Já, og bara hún svona alltaf því fagnar sigri. En það veiti Framsóknarfólki ekki að því að minna á sig ef eitthvað sko gott liggur eftir það, sko. Já, það duði þeim ekki í kosningabaráttunni. Það er ákveð kosningabaráttunni á því að þau eru svo duglegir í ráðuneytunum og gert svona mikið en samt náðu ekki árangri. Þannig að það er ekki alltaf gott. Nei, hún bendir á þetta sem að, þú veist... Þú verður að segja í pólitík hvað það ætlar að gera, sko. En hvað, hérna bara með þetta vörumerkjamál, skiptir þetta einhverju máli? Já, þetta er maðurinn... Þeir eru komið vekk fyrir að við notum Æsland. Þetta er maðurinn, hann keypti þetta og hann vill ekki að, ef þú værir með eitthvað íslenskt fyrirtæki, segjum bara Samiri, væri auglýsa á bresku markaði hérna Æsland, þetta væri vara frá Æsland, að þá vill hann banna þér að gera það, vegna þess að hann á Æsland. Finnst þið það í lagi? Frekar Samherji. Samherji eða maður sem er á Íslandi, ég veit ekki. Segjum að einhver maður í veitingastæðin Shanghai hérna niður í bæ og hann banni öllum sem eru með fyrirtæki Shanghai að segja sig frá Shanghai. Já, ég veit ekki. Nei, auðvitað gerir það ekki, en ég meina þetta hefur við aldrei haldið neinu vatni, ég meina það er ekkert hægt að... Hann reyndi þetta, já, en mistókst, en hann hefur eitthvað frestað til þess að áfrýja. Já, hann ætlar að halda áfram. Það er möguleiki að horfa á þetta mál sem átök á milli fyrirtækja og þjóðríkja eða almennings, hvort að fyrirtækin séu æðri almenningi og að sömuleitið þá margir geti fagnað því að þú getur ekki bara stofnað fyrirtæki bara USA og bannað þeim að segja Made in USA. Herðu, að ráðast, þannig að USA, að ráðast ekki á Moskvu, þetta eru samtöl sem að Trump á. Já. Það sem hann er að spurja Úkraínumenn, hafið þið gætu þið ráðist á Moskvu eða Pétursborg? Þetta er svolítið alvarlegt. Þetta var í Financial Times í morgun og það voru rituð upp þessi samtöl, sko, þar sem hann er að í að því við Zelenski og eitthvað herrfóringja og svona að gangast þetta langt að fara og sprengja Moskvu og Sankti Pétursborg bara til þess að koma eitthvað svona sjónarmið í gang eða sko eitthvað svona samtali aftur af stað friðaviðræðum. Þannig að hann sprengja í þá
þágu friðar. Þetta er svona mjög amerískt. Þetta er mjög bandarískt. Og Úkraínumenn sögðust vera til í þetta, vantaði bara vopn. Kannski ætlar Trump að redda þeim vopn til að ráðast á Moskvu. Við erum að borga, Evrópubúar. Já. En þá erum við komin í 3. heimsstyrjöldina. Þá erum við komin bara í átök á milli NATO og tveggja kjarnorkuvelda, Bandaríkjanna og Rússlands. Sumir segja að við séum löngu byrjuð í 3. heimsstyrjöldinni. Það er alltaf upphafið, er alltaf fundið eftir á, sko. Það er enginn sem fattaði að daginn sem heimsstyrjöld byrjar. Nei, ég veit ekki. Þannig að það eru margir sem vilja halda það fram að hún sé bara byrjuð og þetta séu átök sem eru hægt og bítið að það myndast og margt sem er í kringum Trump og átökin í kringum Úkraínu og meiri sé yfir í Gaza og fleira sé bara merkið þess að það sé að heimurinn sé að skipta sér í lið. Herðu, það var skipt forsætisráðherra í Úkraínu. Hún heitir Júlía Svíridenko. Þetta er ung kona, 39 ára gömul, það er ung kona. Jú, hún... Marja, þetta er nú bara eitthvað þínur ekki? Já, hún er bara mínum aldri. Sem eru orðnir forsætisráðherrar í Úkraínu? Já, sem eru bara forsætisráðherrar hér við Rauðaborðið. Já, þessi unga kona, hún er vinsæl á meðal fylgjandi Zelenski. Hún tók þátt í viðræðum við Bandaríkin og hefur verið svona... Hún var varaforsætisráðherra? Já, hann tíma og fjármálaráðherra. Já. En hún þetta er auðvitað sérstakt að því liturinn til að ég meina þingið, úkraínska þingið þarf auðvitað samþykkina sem forsætisráðherra en það er auðvitað ekki kosið í Úkraínu. Sumir segja að það sé ólýðræðislegt, aðrir segja að það sé bara óumflýjanlegt vegna stöðunnar. Það er í stjórnarskránni að það séu ekki kosningar ef það er stríðsástand. Einmitt. Og það þetta er áhugavert en ég meina þingið er auðvitað allt á línu Zelenskís. Alltaf þegar það er ung kona sem er ráðin einhvers staðar í fyrirtæki eða þessi forsætisráðherra þá er það yfirleitt þannig að kallarnir hafa komið öllu í tjón. Heldur það sé svoleiðis? Já, það getur svo sem vel verið og sé fengið henni til þess að opna glugga og hleypa reiknum út. Kannski sá sem fyrir var kannski orðið þreyttur á sig, langt síðan að núverandi ríkisstjórn komst til valda og búið að ganga á ýmsu. Ég myndi ekki vilja vera forsætisráðherra í Úkraínu. Nei, það myndi ég ekki vilja heldur. En mér þykir vænt þú segir ung kona, 39 ára. Ég tek því. Það verður að tala um pólitík, sko. Herðu, það er frétt úr Morgunblaðinu, bara Pappísblaðinu, sem við erum ekki oft með myndir úr því blaði. Það er ráðherrann vill strandsiglingar. Þetta er Eyjólfur Ármannsson, sem á nú ættir að rekja til sjómanna, ekki? Var ekki pappans formaður stýrimannsskólans? Jú, nei, skólastjóri. Já, skólastjóri. Guðjón Ármann. Einarsson, nei. Guðjón Ármann. Herðu, strandsiglingar, þetta er oft talað um þetta. Já. Og þær voru lagðar af hérna. Ríkiskaup voru selt. Ríkiskip, það er bara lagt niður með því. Og hugmyndi þetta var alltaf að vera svo fáránlegt ríkistæði í þessu og það leiddi til þess að bæði Samskip og Eimskip byggu til flota af flutningabílum sem er að spæna upp vegakerfin okkar við gríðarlega mengun. Og þá segja menn, heyrðu, við ekki að taka strandsiglingar aftur, segir Eyjólfur, sem er kannski eðlileg hugsun. Vandinn er hins vegar sá að á meðan að þá hefur eiginlega öll verslun og öll þjónusta breyst. Búðirnar á Akureyri eða Egilsstöðum er ekki með lager. Það er allt miðað við það og færð bara vörurnar á morgni. Og þannig að það er allt verslanakerfið er orðið háð þessum fáránlegu flutningum. Þið hafi keyrt á milli Reykjavíkur og sérstaklega maður að gera kannski svona seint á kvöldin og svona. Einmitt, þetta er allan sólarhringinn. Þetta er rosalegt, sko. Það er ekki bara ferskvaran, það er líka þurrvara sem er flutt með þessum bílum. Já, því það er ekki lager, sko. Þú kaupir bara 1 kassa hrísgrjónum ef þú ert með búðu á Egilsstöðum. Þú ert ekki með lager með hellinga hrísgrjónum lengur. Því það bara borgar sig ekki, því það er bara dýrt að vera með húsnæði. Þannig ef hann ætlar að snúa þessu við þá þarf hann að búa til eitthvað svona kerfi það að búa til vöruhús. Já. Lagera hér og það. En ég velti fyrir mig stundum sæmilega hraðskreitt skip sem færi frá Patró til Helguvíkur með fiskinn sem er að fara útvöldsningin, laxinn. Já, í staðinn fyrir að hann sé að gera hina leiðina. Fara bara fram og tilbaka. Kannski 2 skip til að keyra þessar afurðir, sigla með þessar afurðir til Keflavíkur. Engin vegarslit ekkert. Og hver á að borga skipið? Nú er þetta heldur kosta ekki að flytja þetta með bílum.
Það svo ódýrt, sko. Þess vegna þetta flutt. Því að þeir sem að flytja þetta með bílum, þeir þurfa ekki að borga. Þó að bíllinn, ég man ekki hvað það var ekki, eyðir eitt svona trekklaðinn bíll af eldislagsi. Hann eyðir eins og ég man ekki hvað það var ekki 14.000 fólksbílar. Já, vegakerfinu. Já, bara einn bíll sem keyrir þarna. Já, fyrir utan náttúrulega sko eldsneytið. Já, kannski bara 3 bílar að þeir eyða næstu því sem bara keyrt allt sumarið þarna. Það meira. Já. Í gegnum dalinn og svona, þetta sáralítil umferðina. Ég hef reiknað ekkert bara yfir Hellisheiðina að 3 trukkar eyða meira en allir fólksbílar sem farið við daginn. Og innheimtan á vegagjöldum í takt við þetta? Nei. Það hæst á móti hólum held ég, allan að miða við þyngd. En það, ég veit ekki, það verður að kanna þetta, hvort það sé ekki að vera með siglingar hérna milli Patreksfjarðar og Helguvíkur. Það er líka að koma til Akureyrar og Egilsstaða. Ég er að taka alla sko laxafurðirnar eða fiskafurðirnar og sigla með þess, þannig fyrir að vera að keyra þess að trukka á þessum lélugu vegum. Kannski tekst Eyjólfi að snúa þessu við. Það er frétt frá Spáni, óorðir. Þetta ára svo eldri mann, það voru innflytjendur eða voru þetta ekki hælisleitenda börn? Þetta voru nú bara, þetta voru annar og þriðju kynslóðar innflytjendur frá Marokko, ungir menn sem eiga foreldra eða ömmur og afa sem komu frá Marokko. Þetta eru Spánverjar. Samkvæmt öllu. En þeir eru aðeins brútinni og fyrir vikið þá hefur svona risi núna svona rasísk öfgabylgja og miklar óerðir þar sem að annars vegar eru svona innflytjendagengi og svo sem að fara bæi og borgir á Spáni og slást við þetta innfædda sem eru að leita sér reynilega af þessum sömu hópum til þess að berja. Þetta er bara ljótt, þetta er bara nýtt dæmið svona rísandi svona fasisma og rasisma í veröldinni og það er mjög óhugulegt að þetta skulle vera að gerast á Spáni. Svona... Og þetta gerist þegar kemur frétt af því að einhverju drengir lemja gamlan mann. Og ef þetta væri hvítir drengir þá myndum við segja að vera eitthvað að heima af þeim. En að því að þetta eru brúnir drengir þá er eitthvað að bara þeim kynstofni og þá bara fara menn með heikvíslarnar og... Já, þetta kemur til með að hafa áhrif á, ég minna nú erum við að horfa á eins og bara stríð í Gaza og þessi þjóðarmorðið og ég minna allar þessar hryllilegu væringar í heiminum, það er Súdan og það er mikið af flóttafólki, það hefur aldrei verið mikið af fólki á flótta. En á sama tíma erum við einhvern veginn í Evrópu farin að loka landamærum og vera svolítið svona, bara eiginlega hálfa ógeðsleg í garð þeirra sem að leita á okkar, bara leita til okkar. Það er hugtak sem heitir aporofóbía sem er fæð á þeim sem standa veikt. Og það er spænskt hugtak vegna þess að það er spænsku félagsfræðingur sem var að velta fyrir sér af hverju er þessi andúð gagnvart hælisleitendum á Spáni. Því að við höfum aldrei verið með andúð gagnvart útlendingum á Spáni, það bara er ekkert í okkur kúltúr. Og þá bjóðum til þetta hugtak sem er aporofóbía, sem er andúð gagnvart þeim sem eru bjargarlausir. Og þannig að það verður að hafa því huga því að þú getur verið voðalega ánægður með eitthvað sem er að spila fyrir Barcelona og er svartur á litinn og ánægður með hann, en svo getur við fyrirlitningu gagnvart þeim sem er hjálparþurfi. Og þá ertu þá sér ég er ekki rasisti, ég er voðalega hrifinn af þessum drengkarna nr. 7 í Barcelona, frábær. Ég skil ekki okkur horfðu svona mikið á mig þetta. Það má ég aðeins. Guðjón Ármann, fyrir skólameistari, er Eyjólfsson, eða var Eyjólfsson, hann er látin. En hann er pabbi Ármanns. Eyjólfs Ármannssonar. Herðu, það er ein frétt hyggst ekki segja af sig þrátt fyrir reiði vegna Epstein-listans. Það er Pam Bondi sem við höfum aðeins talað þetta. En þetta er bara, við erum alltaf með þetta á dagskrá því þetta er svo stórt mál í Bandaríkjunum. Ég er svolítið veltið fyrir mér að munið ekki eftir svona málum í kringum Clinton og í kringum hvort það var eitthvað með vegabréfið hans Obama. Bandaríski fjölmiðlar geta bara hangið í eitthvað svona máli endalaust og ég veit ekki, ég hef svona veltið fyrir mig, er þetta svoleiðismál sem er bara eitthvað svona furðulegt amerískt dellumál eða er þetta svona raunverulegt stórt mál sem að gæti fellt Trump? Þetta er raunverulegt stórt mál sem gæti fellt Trump held ég. Þetta, ég minna hann auðvitað lofaði þessu að þetta yrði allt afhjúpað og það yrði allri leynd aflétt en núna einhvern er hann farin að svona taka þetta tilbaka og það ég er búin að vera að sjá bara á mínu samskiptamiðlum að svona myndbönd frá svona maka fólki sem er að brenna húfundan sína og þarna
Make America Great Again húðnar og svona. Þannig það er komin mikil reiði. Það líka reiði í garð Trumps vegna þess að hann að moka svo miklu fjármunum í hernað og meðlans bara í Úkraínu og Ísrael. En hann reiður á móti, hann var með einhverja reiðilestur á þessum samskiptamiðli sem hann á sjálfur. Hann sagði að þeir sem eru með þessi læti út af Epstein-skjólunum, að þeir eru bara falskir stuðningsmenn og þeir bara pilluðu ykkur í burt. Og þetta, hann að ávarpa eins og Tucker Carlson og hann að ávarpa Steve Bannon. Hann að ávarpa ekkert smáræðis kannanur sem þannig að það kannski raunverulegt að tala að makahreyfingin geti bara klofnað. Svo aðeins verið að tala að hann sé haldan einhverju sjúkdómum. Það hefur verið aðeins borið á því að í svona opinberum heimsóknum og annað þá séu kamerumennirnir farnir að súma að höndunum á honum sem virðast hafa verið með settur upp einhver leggur þegar á kálfunum á honum af því að það er eins og hann sé með þvagpoka eða eitthvað svona. Ýmislegt svona og það alls konar samsæriskenningar í kringu þetta auðvitað. Talandi um þessi leiðilegt að vera forsætisráðherra Úkraínu það lítur ömurlegt. Með kamerur á sér öllum en ég meina og þetta virðist vera komið á eitthvað flug ég meina hann auðvitað gagnrýndi Biden fyrir að vera veikur með Alzheimer en einhverjir eru farnir svona að greina svona með aðstoð AI og við þurfum að ná að fjalla einhvern veginn svona makarhreyfinguna á næstunni og þessa stöðu. Herðu, frétt það PCC, það bakki, það bara að vera að loka held ég. Og þetta náttúrulega hörmungarmál, þetta eftir hruna þá var allt gert til þess að reyna að ná einhverju svokallar erlendi fjárfestingun í landið. Bakki slapp einhvern veginn í gegn og bara búin að vera tóm leiðindi. Ég man ekki hvað bankarnir eru búin að afskrifa mikið af fé sem hefur tapast þarna nú þegar og það eftir að tapast gríðalegt fé og þetta bara hörmungarmál. Það voru jargung gerð fyrir það. Frá efninni út af iðnaðarsvæðinu. Mér finnst þetta dæmi hvað menn voru að teygja sér langt þarna. Menn teygðu sig þarna í Helguvík mjög langt þar sem var eitthvað bara hálfgett bara svindl. Það voru ekki peningar á bak við þetta og ég kann ekki kannski rifja upp þá sögu seinna sem var kísilver sem átti að reisa upp í Hvalfirði sem var algjör steypa. Bæði ætlar að gera þetta með einhverju nýrri tækni sem enginn kannaðist við að væri til. En þetta eru fólk sem óð inn og var alltaf á fundum í iðnaðarráðuneytinu og vera eins og við þyrftum eitthvað á þessu að halda Því að Íslendingar þurfa ekkert þeir eru með lífeyrissjóðakerfið, þeir þurfa ekkert á erlendri fjárfestingu að halda. Það er nóg af peningum það vantar ekki Nei, það mjög alvarlegt ef að fólk vera að flytjast í burtu. Ég sé að það svona helstu áhyggjur. Það heilt hverfi sem var byggt þarna, ég kom hana stuttu eftir þetta fór í gang. Það eiginlega heilt hverfi sem var byggt upp bara til þess að hýsa starfsfólki sem býr við Melahverfi held ég að heiti. Mikið af innflytjendum sem býr þar. Herðu, við skulum fara að setja þetta í hraðagýrin. Það frétt sem að varum að meðaltekjur 10 milljónir á ári. Þetta úrklipp á mokkanum. Þegar það verður að tala meðaltekjur, þá það allar tekjurnar teknar og meðaltalið tekið. Og það eiginlega ómark. Það miðgildi sem merkilegra, sem þýðir það að miðgildi 691.000 á mánuði. Helmingur þjóðarinnar með minna en það, helmingur með meira. Og 691.000 í fyrra eru 510.000 krónur eftir skatt. Að helmingur af þjóðinni sem minna það það ekki frekar lágt. Jú, það bara flókið að lifa 510.000 krónur á Íslandi. Já. Þannig að skýta laun á Íslandi, við erum að hækka launin. Herðu, framkvæmdir eru fullum gangi, þetta upp í Korputorgi og þar í kring. Þannig verið að reisa eina svona klasan, það sem að verður Bíkó og Húsasmiðjan og Krónan eins og í Bandaríkjunum. Og verður breiðurnar af bílastæðum. Já, þetta fína byggingland verður notað undir bílastæð. Og þetta er ekki þéttingastefna. Þéttingastefna ef þú setur þjónustuna inn í hverfin þannig að íbúarnir geti labbað í búðina. Þetta er alveg dásalegt svæði. Ég meina, nú ég alveg hann upp í Gráunum aðeins svona steinsnar og þetta er þvílík perla. Þannig að það er ótrúlegt. Það skuli vera bara áætlanir og bara, ég meina, þetta er í fullum gangi. Þetta er Mosó. Mér finnst þetta dæmi að það er svo skipulagsmál í Reykjavík séu bara glórulaus. Já, þetta er eitthvað stað Reykjavík. Já, þetta er hann að milli, Korputorg og það er þetta... þetta er sem sagt í framhald að Korputorg. Þetta eru blíkast að landinu. Já, ég held að þetta sé ennþá Reykjavík. Nei.
Nei. Það skiptir ekki máli. Allavega þá virðist vera að skipulagsmál höfuðborgarsvæðisins velli bara áfram. Og þeir sem að fá sínu fram eru verktakar og svona stór fyrirtæki, eins og þess að það var eitthvað tók ákvörðun að setja allar þessar stórmarkað út á Granda í staðin fyrir að það væru sko verslanir. Hafnsvækins það sem er svo átt að vera. Ég bý á Hverfisgötunni, ég þarf eiginlega að fara svona einu svona mánuð út á Granda að kaupa inn, því að mér dugar ekki búðirnar sem er í hverfinu mínu. Samt bý ég í miðbænum þar sem eru sko besta nærþjónustan í greið fólki sem býr í öðru hverfum sko. Eins og í neðra Breiðholti búið að loka allt saman, allt flyttu fyrir Mjóddina. Þetta er þetta er mjög amerískt eða bandarískt líka. Það er svona, það þarf að keyra allt. Það var fréttagrein í Mogganum sem að gervigreindin blekkir og mynd af stúlku á þríhjóli. Þetta er mynd sem er verið að dreifa netið sem á að vera úr Auschwitz. Það er eitthvað sem hefur fyrir því að búa til svona myndir og reynir að halda því fram að Auschwitz hafi verið eiginlega svona hálfgert ævintýra landi. Ég veit ekki hver tilgangurinn. En þetta er svona, að því að Facebooki mitt er orðið fullt af svona myndum og gömlu myndum sem að maður sér það ennþá, en svo munum það náttúrulega verða þannig að maður hættir að sjá það. Maður sér það að þetta sé fake. Ég tók hérna eina mynd sem einhver dreifði sem er að Sæfinnur á 16 skóm, sem er þekkt mynd og ef þið skoða hana, það er bara að laga hana, þannig hann er heldur ekki lengur á götóttum vettlingum. Og hann lítur bara ansi vel út kallinn sko. Já, sem er ekki rétt. Ég þekkt hann ekki, en ég held að... Nei, ég lesið hann. En ég held að þetta sé að gerast fyrir framan augun á okkur, að smátt og smátt er verið að sko setja einhverja svona slíki við fortíðina. Hafi ekki séð svona það sem hefur verið að bjóða minni forrit, það sem þú getur tekið mynda af að þínum og þú getur fengið svona lifandi mynd af hennum og svo þegar maður skoðar hvernig þið er sýnt og þá er eiginlega allir með svona eitthvað svona Hollywood brot. Þetta er líka mjög áhugavert sko, því að það er alltaf verið að tala skiptamiðla og upplýsingaóreiðu og þetta er auðvitað bara einn af mörgum liðum í því að koma á eitthvað svona óreiðu sko. Ég veit svo sem ekki hver tilgangurinn með þessu er. Við vitum nú öll mæta vel hvað gerðist. Ég meina kannski er viðkomandi með einhvers konar plan að skemma þarna komandi kynslóðir og túlkun þeirra á Auschwitz eða... En við þurfum að, nú þarf maður ábyggilega að viðhalda sko einhverju svona sýn á fortíðina til þess að vinna mót þessu. Maður þarf að fara í ræktina og skoða gamla myndir sem eru raunverulegar til þess að hægt og bítandi hætti maður ekki að sjá sko feikið. Herðu, við ætlum að brenda með myndinni, það er skopmyndir í Mogganum sem er nú ekki alltaf finnar, en ég valdi nú þessa rýra uppskera ríkisstjórnarinnar bara vegna þess að þessi skopmynda höfundur virðist vera saman okkur að ríkisstjórnin hafi verið með rýra uppskera eftir þingveturinn. En ég sko, eftir að Ívar Valgarðsson byrjaði að teikna myndirnar í Mogganum, þá var það snöggtum betri en það voru. Hann hefur þessa sýn svona og gefur Halldóru ekkert eftir á köflum. Sko. Herðu, við ætlum að segja þetta gott af fréttum, við ætlum að hafa örstutt auglýsingahlé og svo kemur líka fólk að ræða um Reykjaneselda. Húnavellir, fullkominn staður fyrir fjölskylduna. Ertu á leið norður? Húnavellir er fullkominn staður fyrir fjölskylduna. Tjaldsvæði með rafmagni, gistiheimili, sundlaug og heitur pottur, líkamsrækt, leiksvæði fyrir börn, sparkvöllur, veiði í Svínavatni, rafmagn sjólalega, morgunverðarhlaðborð, kvöldverðarhlaðborð fyrir hóp og húsbílar eru velkomnir. Hópatilboð í boði fyrir ættarmót, stórafmæli, fjölskyldu og vinafögnuði. Allar upplýsingar á hunavellir.is og í síma 861 23 19. hunavellir.is
Já, komið sæl. Við höldum áfram hérna með rauðaborðið og fréttatíman okkar og við ætlum að ræða Reykjanesveldana nr. 12 eða ekki? Þorvaldur Þorsteinsson, ekki? Þorvaldur Þórðarsson, já. Þórðarsson, já, næstu bara við. Eitthvað svo leiðis. Og Dagmar Valsdóttir, hvað, gistihúsa eigandi það? Já, ég er það. Já, og svo situr Marja hérna með mér. Jú, ég er hér ennþá. Já, en er þetta óskup svona bara eitthvað ræfil sem hann að fjara út? Þetta er aldrei ræflar, sko. Þetta er þó hvort sem misstór. Nei, ég var að vitna í fræðum að þetta. Já, og hvort sem misstór og missöflug. En þá, þegar við stöndum næst hliðina á þessu, þá er þetta náttúrulega mikilfengilegt, sko. Þó það svona í hérna kannski stóra samhenginu, þá kallir mér þetta lítið eða ómerkilegt eða eitthvað þess aftar. Það er það aldrei. Það er það aldrei, sko. Og þetta eru mjög magnaðar atburðir og sem fræðum er mjög gaman að fylgjast með og maður getur lært mjög mikið á því að geta fylgst með svona atburðum frá A til Ö. Og þá skilum maður líka ferlið, það er margt sem við eigum eftir að læra á samvarðandi eldgos og hvað keyrir eldgos áfram og hvað er það sem kemur þeim að stað og hvernig þessi hlutir allir sem að virka. En við þurfum að skilja þessa hluti til þess að geta komist kannski einhvern daginn á það stig að geta farið að spáð fyrir svona atburði og verið þá kannski með góða forspá sem að geta þá nýst þess að vara fólk við og hjálpa því við að bregðast vel við þessum hlutum. Sko. Myndi þá kannski nýtast einmitt eins og þér, Dagmar, sem að varst rýmt út í Það voru margir gestir höfður? Já, við vorum með 5 herbergi í notkun. Það var 1 par sem átti eftir að koma. Þannig ég þurfti bara að láta þau vita ekki koma. Það lokað. En já, það væri rosalega gott að geta fengið svona smá fyrirvara. Vita sirka. Maður hélt að maður hefði það svona þetta til í lok sumar þá þurfum að fara að hafa áhyggjur. En svo er ekki. Er þá sumari kannski farið bara hjá þér? Þetta verður, fullt afbókunum, bara í nótt og í morgun og í dag, bara alveg helling, sko. Við vorum ekki búin að fylla það, sem var líka bara allt í lagi, byggumst ekkert endilega við því, en þetta lítur ekki droslega vel út, akkurat núna, ekki fyrir okkur. En þetta er erlendi gestir vantilega saman? Já, og það er nefnilega svo fyndið að íslensku, bara vinir og ættingjar og fólk sem ég þekki, það er alltaf svo bara, er fólk að gista hjá ykkur? Treystir það sér, veit það hvað er að gerast. Ég er bara, það er allt í lagi að vera þarna. Það er á meðan maður getur allan að farið út með smá fyrirvara. En þannig að mér finnst vera rosalega mikilvægt að við fáum stjórnvöld með okkur í það að þegar við sjáum að þetta er ekki lengur ógn fyrir sjálfan Grindavík, að það sé opnað. Það núna þarf ég bara að fara að tala við gestina á morgun og segja, nei, ekki koma. Og það er endalaustur að senda á mig, get ég komið, er í lagi að koma helgina? Já, ég get ekki lofað því, en jú, þetta lítur vel út, en ég verður að láta þið vita í kvöld eða á morgun. Þetta er ekkert að... Þá getur þú svarað því, er óvægt að þetta sem er núna talsveit langt frá bænum? Já, þetta er og besta virknin er nú vel utan við bæinn og það hefur nú ekki hægt að segja að það veri mjög mikið í gangi inn í Grindavík þegar við tökum tíman eftir 10. nóvember og það gerðist mjög mikið í Grindavík 10. nóvember og þar voru skjálftar undir bænum og fólk fekk það bara beint í ilina en síðan þá hefur virkni verið mun norðar meira og minna það hafa skjálftar náð undir bæinn og verið skjálftavirkni og hún er ekki þægilegt að finna fyrir henni svona ef maður er óvanur því. En núna var ég í nótt og ég með Shepherd sem er nú finnur fyrir öllu. Hún var svo róleg. Hún fann ekki fyrir neitt, hún skildi ekki þetta. Ég var með að tala að minn hefði verið órólegur hérna í bænum núna síðustu 2 sólarhringa. Ég kom í Kópavoginn aftur, þá fann ég titring þegar ég var að reyna að sofna í nótt 5 leytið. En það er kannski einmitt að því að við fengum hérna spurningu frá Grindvíkingum að spyrja eldfjallafræðinginum hvort að þessi kvika sem væri að koma þannig upp, hvort hún væri úr Svartsengi, segi ég, eða hvort hún væri að koma annars staðar frá. Þetta er mjög góð spurning og þau gögn sem við höfum í höndum í dag bendir til þess að þessi kvika sé að koma úr þessu grynnra hólfi meira og minna og það við sjáum það á
efnarsamsendingu kvikunar og eins ákveðna kristöld sem gefa okkur hugmyndir hversu djúpt þeir eru að kristallast. Þannig að það eru allt sem við höfum í undan bendið að kvikan sem að koma upp í Sundhnúka gosunum og hún kemur úr þessu grunna kvikuhólfi undir Svartsengi. Og þetta líka þá. Þetta gos líka þá. Já. Þessi kvika. Það komið alltaf á sama stað. Og kvikan alltaf að nota sama raun og veru aðfærslukerfið. Það önnur stærri kvikuþró sem með miðju undir Fagradalsfjalli sem að ég gerða að kalla Fagradalsfjalls geymsluhólfið. Og hún og það geymsluhólfur á 9-12 km dýpi. Og kvikan sem að að safnast fyrir þess að atburðinu og að valda landrisin í Svartsengi, hún kemur úr þessu dýpra hólfi og flæðir þarna uppi og síðan þá pumpar inn í þetta svona grennra hólf. Já, og þá lyftir upp þú þarf að búið pláss fyrir kvikuna og þá myndar við náttúrulega ákveðin þrýsting inn í hólfinu sem að veldur spennumyndun í umslæðin, sérstaklega þakinu ofan á og þegar að spennan þegar þrýstingurinn meiri heldur en styrkurinn á skorpeninu ofan þá opnast fyrir eins og lýsir þessu, þá ætti að vera svo auðvelt að fylgjast með því eins og fyrir fólki sem þannig býr svona sirka allavega með einhverjum aðeins meiri fyrirvara að það myndi gerast. Nú er ég búin að lýsa hvernig þetta svona kerfi og það kannski má bæta við það að við erum með tvenns konar kviku sem að koma upp í þessum gosum. Annað kvikan þessi svona, hvað ég segja, stoppkvikan sem að koma upp og hún tiltölulega heit en hún líka að hita upp kviku sem að var í hólfinu fyrir og er búin að vera það síðan og síðasta góstímabili, sennilega myndast á tímabilinu 800 til 1240 eftir Krist. Og þú hitar það og þá fer svo kvika á hreyfing aftur og kemur líka upp í gósunum sem að skýrir mismunin á, getur skýrt, ætti maður kannski að segja, mismunin á rúmanu sem er safnast fyrir og því sem kemur upp á yfirborð sem í síðustu gósum var 3 gósum allavega, þá var töluvert meira sem kom upp á yfirborð heldur en hafði safnast fyrir. Svona eigum eftir að skoða þetta nýjasta gós en síðasta gós að þá kom mjög lítið upp en nánast engin kvika. En hættumati sem að Veðurstofan gefur út það byggist dálítið mikið af því að þeirri nálgun sem þeir eru með og þeirri túlkun sem þeir hafa að þetta séu einhverju svakalega miklu ganga sem að myndast í þessum atburðum og það hlaupi kvika lengst norðurettir og lengst söðurettir og það sé kvika undir Grindavík og það er kvika að tegja sig í áttina Vogum í svona gangi eins og það kallað en ef þú tekur bara þegar vitnisburð sem við höfum þetta að þá þessi ganga sem að þetta raunur allt saman útreiknað bara líkanreikningar og þetta líkön, þetta ekki byggt á þetta ekki gögn Nei. og ef þú tekur rúmulega á þessum göngum sem þeir eru með þá er það mörgu sinni meira heldur en þessu kvika sem þeir reiknaði að hafi safnast fyrir í hólfinu og ef þetta er rétt, þá verður að taka kvika eitthvað allt annars staðar þess að fylla upp í mismunin. En hinn möguleikin túlku sem að Veðurstofan og fleiri vilja ekki skoða er raun og veru það að þetta séu tektóniskar hreyfingar og það er gliðnun í gangi og þetta séu raun og veru keyrt af flekarhreyfingunum og við byggðum upp spennu í 800 ár og þá vorum við búin að toga þessi samskeiti sem eru þarna á Reykjaneskaganum og teygja á þeim upp á 16 metra. Svo kemur kvika inn í skorpuna 2018 á 9-12 km dýpi og það er nóg til þess að raun og veru slíta teyjuna. Því að það voru komin alveg á þolmarkum. Það kemur bara einhver smá svona ímyndað að maður hefur látið steindett á það eitthvað þess að og þá fórum við að fá þessi vorum við komin í góstímabil þá fórum við að fá þessa elda eins og Fagradalsfjallselda og Sundhúselda og annað og við erum að losa svona þessa spennu smátt og smátt yfir þetta tímabil sem er 300-400 ár
og þegar það sem sagt ef að þessar hreyfingar þær eru keyrðar af hreyfingu í möttlinum undir skorpunni það getur hugsað eggjaskurn og þá er eggjahvítan þar undir og hún er að hreyfast og hún er að toga skorpunni sundur og síðan kemur að kvika og hún fyllir inn í eitthvað af þeim götum og sprungum sem að þau eru búin að slíta þetta fyllir þá upp í það götu og sprungum sem myndast þá þarfst ekki neitt vola mikið rúmmál og með þetta rúmmál sem það safnast fyrir þá getur þessi svo kallaði gangar eða gosrásir sem hafa myndast það getur verið miklu minni heldur það sem það er verið að reikna með og ef þær eru mun staðbundnari og er sem undir bara sundnjúkum til dæmis þá þarf hættusvæðið að vera miklu minna. Verður það ekki frábært? Getum við byrjað og haldið áfram það þarf virkilega að fara að hugsa þetta út að við getum ekki haldið áfram svona bara vera hérna alltaf í bara einhverjum heljargreipum. Þetta sko það sem mér finnst mikilvægt að við skoðum þennan möguleika og förum bara í gegnum gögnin og reynum að vinna út því hvað er raun og veru hver er staðan og hvað er réttast og eitt af sem var kannski mjög mikilvægt að bendi að núna 7 af 9 gosum á Sundungaröðinni hafa komið upp nokkurn veginn á sama stað byrja alltaf á sama stað og tiltölulega stuttri sprungu sem hefur verið kannski 500 til 700 metra löng og ef þú skoðar afstöðu legu þessara gossprungu miðað við hvar Svartsengi er og hvar geimsluhólfundi Svartsengi er að þá er engin leið fyrir kviku úr hólfundi Svartsengi að fara í einhverju láréttu flæði og koma síðan þarna upp það kemur bara beint upp þannig að þó svo að við séum með skjálftavirkni sem er að færa sér lárétt það er þá flika þá ertu bara að brjóta skorpuna og brot geta og ef þú ert að brjóta eitthvað það getur það sprungu propagera þær fara í hérna að sáttu og maður sér þetta með sig ef þú brýtur vasa og byrðar sprungu í vasa og fyrir að íta á hana þá sérðu hvernig sprungan lengist og saman með bílrúður ef þú ert að keyra og hristast þá sérðu hvernig hún er að vaksa það getur alveg vaxið lágt og þá ertu að brjóta skorpuna og það myndir að skjálta það þarf ekki enn til að vera algjör samhengja á milli sem skjáltarhreyfingana og kvikurhreyfinga. Það er nálgun sem þau gefa sér sem að ég hef margar efasemdir og mér finnst mörguleit ekki verið rétt með það gögn sem við höfum að skoða. Ég get allan að sagt að það var ekkert jarðskjálfta og þegar ég kom í Kópavoginn eftir að vera búin að rýma frá Grindavík þá skoðum við aðeins gögnin frá Veðurstofunni og sáum að það verið kannski 1,5, 2,5 í skjálftunum. Það er nú ekki mikið. Nei. Tíma sko. Þannig að það er ekki eitthvað sem maður getur hugsað okkar. Núna þetta við getum reiknað þetta út frá því. Ég get sagt við gestina. Þegar það koma jarðskjálftar þá þurfum við að fara að undirbúa okkur. Já, og það er það meðan að virknin er þannig. Núna er sko 10. nóvember. Þá eru miklir og öflugir skjálftar og þá er augljóst að það er verið að brjóta ansi mikið og það er miklar hreyfingar og annað. En sá atburður líka, hann er búin að opna og liðka fyrir í skorpinu, búið til nýja sprungur og annað, þannig að það sem kemur á eftir þarf ekki eins mikið kraft þess að koma hreyfingum á stað. En myndi þér ekki finnast eðlilegt að lögreglustjórinn, almannavarnir og allir þeir sem ráða hvenær á að opna bæinn, að þeir myndu aðeins skoða þetta líka og hlusta á þig og svona. Jú, núna erum við fann að tala um kannski uppsetningun á almannavörnum og viðbragðinu og öllu saman. En það skiptir máli fyrir okkur. Það skiptir hana mjög mikið máli. Við getum endalaust talað fræðin en við erum að reyna að þetta er líka svo mikið tilfinningarlegt og svona. Já, alveg sammálaðir og þetta er hlutur sem við þurfum að skoða. Og ég ætla ekki að fara að halda því fram að ég sé með einhverja töfralausnir og þessum hlutum en ég hef mína skoðanir á því. Og það kerfi sem við erum með núna finnst mér ekki vera gott, ætla ekki nægilega gott, þetta kannski segja, það getur verið miklu betra. Hvað kerfið að tala um? Þá erum við að tala um það að Veðurstofan, hún er sett með eftirlitið og hún er ráðgefandi til almannavarna og síðan er almannavarnir sem að í samvinnu við Veðurstofan eins og ég skil þetta, að teka þá ákvæðunum hvernig hættum að það að vera og hverju lokanir og annað og síðan er framkvæmdavaldi hjá lögreglustjóranum. Og nú er ég ekki að segja við erum að fara að leggja niður eitthvað að þessu svoleiðis. Þetta var kannski að efla þessi batteri frekar
og Veðurstofan hún sinni sínu hlutverki mörguleiti mjög vel og eftirlitshlutverkinu bara mjög vel, það verður ekki annað sagt. Almannavarnir þyrfti að vera óháðari eining í mínum mati, gagnvart Veðurstofunni. Hún þyrfti að, sem að Veðurstofan kemur einhverju ráðleggingar sem að er þeirra hlutverk, að þá fer það fyrir sérfræðingar sem að eru hjá almannavörnum og óháðir Veðurstofan. Þeir rýna þessi gögn og ef þeir sjá, sem sagt, telja að þurfa að ræða eitthvað frekar að skoða eitthvað betur, að þá geta þeir sent aftur til Veðurstofan eða það menna farið á fundið og reyna að finna út úr þessu. Og síðan lögreglustjórinn, hann þarf líka að vera með sitt fólk til þess að rýna og fólk sem þekki þá inn á bæði vána og hætturnar og hefur skilning á sem sagt lagalegu hliðinni og hvernig þú framkvæmir alla þessar hluti og annað og þeir geta þá rýnt það í frekar og komið þá með ábendingar kannski þurfum við ekki að taka svona harkalega og svo við getum kannski gert þetta aðeins öðruvísi atburðirnir eru að breytast En svo þyrfti þetta einhvern veginn líka að vera í samvinnu við sko bæjaryfirvöld þannig að það ætti að vera bara starfandi jarðfræðingar og vegum þeirra Okkur Grindvíkingum finnst eins og það sé ekkert hlusta á okkur það er þetta mjög alvarlegt Finnst ykkur að það sé gengið og hart Allt of hart, það er allt í lagi Ég skil vel að við þurftum að rýma bara mjög vel þegar það var gert bara núna í nótt ekkert má, ég er bara að tala í nótt þannig að nú höfum við séð það eins og þú ert að tala við sjáum alveg hvernig þetta er hvar ofta skosi kemur upp þannig að við ættum nú aðeins að fara að skoða þú veist, núna hvernig eigum við fyrirtækin, litlu fyrirtækin meðal, hvernig eigum við að geta haldið áfram þegar líka ríkisstjórnin segir, jú, þið þurfum bara við ætlum ekki að setja neitt pening í ykkar mál í bæinn, við ætlum að skoða og bíða en síðan er á sama tíma verið að segja við okkur haldið áfram, reyna að koma ykkur á fót bjóða okkur upp á einhverja styrki sem við getum sótt og þetta er bara svo hlægilegt Ertu búin að vera með þetta gistihús allan hennan tíma eða eitthvað? Já Og þannig að þú En ég, út af því ég hlusta á þá sem vita betur þá til dæmis í janúar þegar, miðjan janúar þá lokuðum við hugsaum bara það er að fara að gjósa 18. janúar þá fóru síðustu kúnanir út, gestinir út og við byggðum í 6 eða 8 eða 10 vikur í mannkinn sem hvað hafum mikið og við vorum alltaf nei, við tökum engan sjans ég og maður minn, við erum ekki fyrir svona áhættu og svona spennu, við erum svona vola bara þú veist, gestinu eru alltaf í fyrrarúmi bara alltaf síðan gerist þetta núna og maður er bara svona, vá ámaður bara og þú veist þetta er alltaf líka eitt sem ekki mikið sko, það er ofsalega gott að vera með svona hvað var að segja viðvörunarkerfi sem að þú veist er svona eins og götuljósin fer frá rauði yfir í grænt sko. En ef þú ert alltaf á rauðu þá enda með því að fólk keyri bara yfir fólk hættir að taka mark þetta er alltaf hættan það er svo mikilvægt sko, og ég myndi að segja að það hefur nú batnað hjá okkur en við þurfum að vera með miklu meira samráð við byggðarlagið og við fólkið og það þarf að vera miklu öflugri svona beinni samræða bara við milli sérfræðingana og fólksins og hlusta á bæinn og hlusta á bæinn og hlusta líka á fólkið ég veit þess að bara reynsla frá Hawaii þar mæta þegar atburður er í gangi og það er einhver hugsanlega yfirvofandi yfir einhverju byggðarlagi þá mæta allir sérfræðingar eldfjallastöðurinn á Hawaii sem heitir Hawaii Volcano Observatory það bara kemur sko, ekki einn eða tveir, þetta er bara flokkur af þeim og þeir sitja bara fyrir svörum við spurningum frá bæjarbúum þeir eru bara að tala við bæjarbúa beint Þeir eru að tala við fólkið og ég veit að þetta hefur verið gert hérna og maður verður alltaf líka að gefa kredit fyrir það sem hefur verið vel gert en við mögum gera miklu meira af þessu alls konar og ég meina og varnargarðarnir og allt þetta ég meina það er auðvitað fullu vilji sér maður að koma til móts við fólkið þarna en samt sem áður þá segir fólkið í Grindavík bæjarbúar segja heyrðu, það er ekki verið að hlusta á okkur og við erum ekki alveg sátt við hvernig hlutunum er einhvern veginn svona ítt áfram án samráðs og síðan líka það, eins og þegar það koma fréttir þá er ennþá verið að nota sömu myndir
og sprungur sem búið að gera við. Það ekkert verið að, það eins og það sé ennþá svona hræðsláráður. Ég ekki fyrir það að vera, ég ekki uppalinn í Grindavík, þannig ég var aldrei að leika með þarna sem allir voru hérna inn í þessum gígum og öllu. En fyrir mér, þá allt í lagi að fá líka bara fréttirnar og fá fólki með okkur. Þú veist, við þurfum... Já, aðgang fréttafólks að svæðinu. Já, og bara að reyna að hjálpa okkur, markasetjum þetta. Gerum, þú veist, ég með alls konar hugmyndir bara. En líka þetta gerir það, sko, með sprungusvæði, gerir þau bara af, lokar þeim. Já, en núna, sko, eins og þegar gestinni mínu koma, þá ég alveg að reyna að sannfæra það sé allt í lagi, það sé allt girt af. Já, en ég skoði hérna á netinu og það ennþá að Grindavík, I would not recommend you to go to Grindavík. Þannig það á Google. Þannig að þegar fólk að leita, þú veist, við þurfum að fá fleiri góða fréttir, ég ekki að tala um eitthvað að fegra eitthvað, bara segjum líka hlutin eins og þeir eru, eins og þú ert að tala þetta núna þarna, margir Grindvíkingar hugsa bara, þetta bara nær Vogunum heldur en okkur, akkur ekki rætt það, þetta sé ekki inn í bænum, þú veist. Já, en það eins og ég segi, það okkar þekking orðið þannig að ég held að við getum alveg uppfært til eins og hættumætti og gert það svona aðeins raunhafara fyrir alla aðeila. Og það bara eitt dæmi sem það mjög skýtur skökku við þegar maður sér að Grindavík lokuð, bærinn lokaður, en Bláa lónið opið. Já, ég verð að segja, ég auðvitað fæ rosalega mikið af gestum sem akkurat að fara í Bláa lónið eða til Keflavíkur. Þannig að ég öll fyrir það. Ég var rosalega ánægð, það ástæðan fyrir að ég keypti gistihúsið, út af staðsetningunni. En síðan þegar maður skoða fréttir og annað, þá til dæmis strax í morgun, já, Bláa lónið var rýmt og eitthvað svona. Við erum líka með gistingu í Grindavík, það ekki rætt hana, þú veist, við erum líka til, það líka og akkurat, ég bara rætt það að morgun þá sagt, já, Bláa lónið opnað og gistingi þar og í Norðurlætin, geggjað, en nei, við ætlum að halda áfram eins og hefur verið gert áður, við ætlum að halda áfram að hafa lokað í Grindavík, bara svona til öryggis, við vitum ekki, út af hræðslu, út af sérfræðingar ekki alveg vissum hvað mun gerast og þrátt fyrir að þið segið, þetta ætti nú að vera allt í lagi. Já, ég með það engin, sko, það sem að mér finnst svo erfitt í þessu, þegar fólk að fara að tala þessa stóru ganga sem eiga að vera að myndast þarna og svo engin raunverulegu vitnisburður þessa ganga. Ef það væri gangur undir Grindavík, þá myndi maður reikna með því að hitaflæði myndi aukast, og annar myndi aukast í sprungum sem það allt opið þarna. Þá myndir að sjá, þú myndir líka að sjá meiri af gasi vera að koma, hvort sem það brennisteinn eða koltvísýringur eða eitthvað annað. Og það auðvelt að setja upp svoleiðis tækið og mæla til þess að fylgjast með slíku og þannig að þarna finnst mér svona menn leyfa sér of mikið að sitja við skrifborðið og vera að reikna og gera eitthvað hlut á tölvunni en ekki nægilega mikið á vettvangi og vinna hlutina út frá því og það mjög meira mikilvægt að skoða hlutina á vettvangi og byggja þá bæði ályktanir og túlkanir á því sem sérð í mörkinni og það bara eitt dæmi að stefnan sem menn fá út frá sem skjálftavirkni, bæði í Reykjanes og annars á Íslandi og brotlausnir sem gefa sig ákveði kynna, að það sem þú færð út frá skjálftavirkni, það stemmi ekki við það sem þú ert að sjá í jarðfræðinni. Þú ert að sjá á jörðinni. En er þetta sko að menn sé sko... Nei, það er bara, þetta eitthvað munur á milli. Gera of mikið úr kviku undir Grindavík og... Það er mitt mat, já. Ég vil líka, ég ætla ekki að fara að segja það ég vitið og... Nei. Eða alveg 100% rétt fyrir mig. En ég vil fá umræðum það. Þú ert ekkert að gíska á það, þú ert fræðimaður, sko. Ég vil að við ræðum þetta á bæði opinberlega, með allt upp á borðum og rýnum gögnin og þá komum við bara þá með rök, með og móti og síðan tökum við ákvæðin út frá því. En ekki
bara að segja þetta svona og við bara lítum ekki á neitt annað. Þannig eitt áhugavert ég sá í hérna dag að sjómennirnir komu í land, þá var búið að rýma bæinn og þeir löndu nú samt sem áður í áhöfninni og töluðu þetta að það væri alveg með ólíkindum að bærinn væri tómur. Þeir skildu nú ekkert í þessu. Ég fór þetta aftur í morgun bara til þess að loka öllum hurðum og gluggum út á gosmengun, ég vissi ekki hvort það myndi færast eitthvað og annað. Og ganga fyrir á þvotti og síðan tók ég einhver vídeo bara svona í ganni bara til þess að sýna fólki sjáið. Það er tómt en það er ekkert að gerast hér. Veist, þetta er svo langt frá, maður sér ekki eins og gosin ef maður sé að keyra Suðurstrandarveginn eða akkurat Grindavíkurveginn. Manni líður ekki eins og það sé ógnana. Já, heyrðum í Helga Dan, hérna, framkvæmdastjóra golfklúbbsins. Já, einmitt. Akkur mig ekki halda landsmótið, við sjáum ekki sinni gosið það. Akkurat. En síðan langar mig líka að nefna, þar sem ég er nú hér, líka bara til þess að fræða fólkið, það er hægt. Það er grænt ljós á golfmótið. Já, yndislegt. Þá fyrir nú að opna Grindavík. En ég ætla að segja að það er mjög mikið sem líka bara Íslendingar geta gert til þess að aðstofa okkur við að byggja bæinn upp aftur á fyrirtækin. Það er ekki bara við að reyna að fá frá ríkisstjórninni aðstofa annað sem er ekki að koma. En til dæmis það bara að komið og farið í Discover Grindavík til hennar Kristínar. Fáið smá svona leiðsögn yfir bæinn, komið til okkar, gistið, ef þið viljið, kaupi lopavöru frá mér, ég er alltaf að prjóna, skiptir ekki máli, farað á Papas, bryggjuna, skeifuna. Þetta er góður punktur. Já, bara takið þátt í endurvistinni. Ég fór hérna með, stálpað úlingar, svona barnabörn í Svíþjóð og þau voru í Íslandi í vor og við fórum í túr til Grindavíkur. Já. Og þau ætluðu bara ekki geta hægt að skoða myndina fyrir utan festi. Já, einmitt. Það er bara, aftur og aftur. En ég fæ síðan gesti. Þetta svo alveg... Já, ég fæ síðan gesti út að ég er alltaf að flétta upp hérna Reykjanesvagnar, bókinni sem hann gerði hérna sem var í hérna Björgunarsveitinni, Helgi held ég hann heiti, manna ekki. Allavega, við erum með 2 svoleiðis bækur, eina heima og eina á gisteheimilinu. Og ég og maðurinn minn, þegar við hittum fólk, gestina, þá erum við svona aðeins að fræða þau þetta og síðan þurfum við ekki annað en að bara horfa út í stofugluggan og sjáið allt þetta, Víkurbrautin, hinum með við götuna við gistihúsið, það er verið að fara fjarlæga öll þessi hús. Og síðan, en hér, þessum megin, hérna megin, þá er bara allt heilt. Það færiðist ein mynd svona og það brotnaði ein stytta. Þarna í nóvember 2023. Sen laðins herra í landinu þetta var staður. En það er líka magna. En síðan kemur fólk og það er alveg guð minn góður, hvernig líður og ég er bara svona, ég er honum vönisu, mér líður ekki illa, ég er alltaf með tíkina mína, við löppum allt og bara, ég elska Grindavík og ég mun alltaf vera þar. Og fyrst var ég alveg á því að bara fá mig keypta út og bara klára þetta. En núna ekki að það hafi verið rétt af stjórnvöldum að kaupa ekki út litlu fyrirtækin og meðalstóru, en þetta er samt alveg, ég er heppin að hafa séð alltaf jákvæða sem Grindavík hefur og ég sé fyrir mér að opna kaffihús og gera alls konar hjólaleigu og breyta bænum í hérna Northern Light Town, þú veist bara, gerum þetta, við höfum tíma. Það er ýmsi möguleikar. Ég finn nú reglulega til Grindavíkur og fann mér að borða ef þið með gesti. Humarpítsan á Papas, guð minn góður. Það er bara mjög gaman að fara. Allir mín gesti sem tala við mér eru bara, wow! Og ég og maður minn bara, fáum okkur á. Svo megum heldur ekki gleyma því að ástæðan fyrir Grindavík er það sem Grindavík er. Það eru sem sagt hreyfingar eins og við erum búin að upplifa og eldvirkni sem við erum búin að upplifa sem gerðist áður. Síðast fyrir 2500 árum síðan og sennilega nokkru sem fyrir þann tíma. Og höfnin í Grindavík, hún kemur til vegna þess að Sigdalurinn gengur í gegnum Grindavík. Þannig að þú veist, þetta hangir dálítið saman. Og þess vegna er svo líka mikilvægt að við lærum að lifa með þessu. Og vinna vel úr þessum vinna svona þannig úr þessum hlutum að það hafi fyrir minnst áhrif á okkar daglega líf. Já, og sína bara við erum Íslendingar, við kunnum aðlaga okkur að breyttum aðstæðum, bara vinnum með þetta er orka. Með landinu okkar og náttúrunni. Það er bæðið sjórinn, það er svo margt sem getur haft áhrif á okkur, en við erum líka það sérstök að við náum alltaf að aðlagast og þess vegna það líka ríkisstjórnin að hjálpa okkur út af því að við erum ekki mörg, eða þið geti ekki hjálpa líka litlu og meðalstóru fyrirtækjunum í Grindavík
en geti hjálpað einhverju öðru eða eitt peningum í eitthvað allt annað, þá verðum við Grindvíkingar alveg svona smá pirruð út af því að þetta okkur líður dálítið eins og leið og það kemur eitthvað í fréttum, þá gleymist við og líka fólk hættir að hlusta á okkur. Þar til að gerast akkurat eitthvað eins og í dag, eða í nótt. Já. En það er náttúrulega nú búið að endurnýja orkugeiminn undir Svartsengi. Þannig það verður nóg af jarðhita orku þar alveg næstu nokkur 100 árum. Það er að finna einhverja viðskiptahugmynd sem maður getur nýtt alltaf þessu. Þetta er raun og verið ekkert annað. Þú getur alveg horft á það þannig. Það var bara verið að fylla á tankinn. Já. Þetta er ekki bara mínusar. Nei, það er fullt af pluss og það er svona meira almennt séð, þá gleymist það líka mjög oft að ástæðan fyrir að við höfum andrúmsloft á jörðinni sem sagt plöturhreyfingarnar, landrekið, eldvirknin og jarðskjálftarnir. Eldgosin, þau koma með ný gös úr iðrum jarðar, sem leysist úr læðingi í eldgosum og endur nýjar andrúmsloftið. Við höfum alltaf að tapa hluta andrúmsloftið út í geim og það eru eldgosi sem að viðhalda andrúmsloftinu. Kenn bara mengun. Þess vegna er líf á jörðinni, horfið á Mars. Það er ekkert plötuník, það er engin eldvirkni í gangi eins og það er ekkert andrúmsloft. Nei. Magna. Herðu, nú verið að minna okkur á að tíminn okkar er liðinn. Já. Allir til Grindavíkur. Já. Leggjum í hann. Opnum Grindavík. Leggjum í hann. En Gunnar Smári kemur hér með, ég held þessi Breki Karlsson. Já, Breki Karlsson ætlar að koma hér og tala rukku fyrir bílastæði, ferðir sem fleyfellur niður, netsvik, raforku, frumvarp og fleira. Það er endalaust. Þetta er endalaust. Endalaust. En takk ykkur, Þorvaldur, og takk fyrir komuna. Takk fyrir mig. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Eitt mál sem við vorum eitthvað að reyna að setja okkur inn í en náðum ekki alveg, það er sambandi við bílastæði gjöld. Þú varst eitthvað að kvarta yfir því hvernig var verið innheimt að þau? Já, það er bara vilda vestrið í bílastæðamálum á Íslandi. Það er búið að braskvæða bílastæði. Allir og ömmur þeirra virðast ætla að fara að græða á því að senda eða rukka fyrir stæði sem hvort sem þeir eru hvar sem þeir eru. Já, þannig að ég geti farið eitthvað staðar og lagt eitthvað staðar og það væri tveir sem rukka mig. Það hefur komið fyrir, til dæmis í Hörpu, í bílastæðakjallarnum þar eru tveir aðilar sem við sjáum bílastæðin og þar er bara getur ef þú lendir í því óvart að keyra niður öðrum megin og upp hinum megin, þá getur þú fengið rukkun frá tveimur aðilum. Þið hefur bent á þetta fyrir 12 ára síðan, ekki? Það er meira en ár síðan að við bentum fyrst á þetta og það hefur ekkert gerst hingað til. Við höfum hins vegar fengið lögfræðiálit hjá okkur og sem segir að það er ýmislegt í þessu sem er óeðlilegt og jafnvel ólöglegt. Við teljum að þessi vangreiðslugjöld séu bara innheimtu gjöld og þar af leiðandi
fyrst að þurfa fyrirtækin að hafa innheimtuleyfi og vera undir þá eftirliti hjá fjármálaeftirlitinu. Síðan þessi vangreiðslugjöld allt of há. Það eru ýmsir skilmálar sem eru í stæðanum sem eru ósanngjarnir samkvæmt samningalögum og ættu þá að falla niður. Og svo framvegis og síðan bara mjög óljóst stundum klikkar appið eða stundum klikkar greiðslustöðina á staðinum og það bara mjög erfitt fyrir neytendur og til okkar leita hátt í 20 neytendur í hverja einustu viku sem í vandræði með bílastæðagjöldin. Kannast ekki við að hafa átt í viðskiptu þetta fyrir allt bara poppar upp reikningur til dæmis og það engin leið fyrir fólk að ekki 30 daga þá hækkar þetta. Já, og það engin leið fyrir fólk að fá vita fyrir hvað þetta eða það byrtist bara greiðslu í heimabankunum, engin reikningur, ekki staðsending, engin mynd eða nein sönnun á því að eitthvað hafi átt sér stað, einhver þjónusta hafi verið veitt og sem framins það svo margt í þessu sem þarf að laga og meðal annars og sér í lagi það að fólk á heimtingu á því að fá áheyrn og úrlausn. Það er að segja að það sé hægt að ná í fyrirtækin og það sé hægt að afgreiða málið með einhverjum hætti. Já. Ég hlóði einu sem við svona app í síma minn, ég veit ekki hvort að sé tilefni þess að rifja það upp, en svo var ég ekkert á bíl, þannig þá byrjaði að fá rukkun fyrir appið þótt ég var ekki að nota og þetta var eitthvað sænskt fyrirtæki held ég og ég myndi það eftir að Jón Oddsson lögmaður heitinn, hann hefði eitthvað sagt mér það besta leiðin til þess að innheimta væri alltaf að senda CC eða afrit sendt á ríkissaksóknara. Þannig ég sendi bréf með afrit á ríkissaksóknara og ríkislögreglustjóra og borgarstjóra Reykjavík og slapp þar leiðandi út úr þessu. Þeir ætluðu að rukka mig það að vera með appið í símanum þótt að ég var ekkert að nota það. Við hvetjum fólk til þess að senda sem hefur til þess að hafa greitt óðurlega mikið eða greitt eitthvað vanskilagjald að senda það með CC til neytendasamtakanna og það eru leiðbeiningar á vefnum hjá okkur það hvernig best að gera það. Ég og Jón Oddsson setja líka CC á ríkissaksóknara. Herðu, við höfum verið að ræða svona uppgjörið í þinginu og það er mál sem að ég veit að þú hefði viljað sjá að fara í gegn sem afurðastöðamálið sem leiðrétting á búvörulögunum sem að Viðreisn og Samfylkingin voru mjög hörð á móti. Þetta voru ekki í gegn. Hefur þetta afleiðingar? Ég held að þetta getur haft óafturkræfar afleiðingar og mjög slæmar fyrir neytendur og fyrir samkeppni í landinu. Þetta snýrist ekki það bara, það var ekki hægt að skrúa ofan þessu sem að gerðist í skjóli breyttra laga af því að Hæstiréttur samþykkir að lögin hafi verið lögleg. Þannig að þú heldur að slíki samrunnar getur bara haldið áfram? Það er ekkert sem kemur í veg fyrir það til dæmis og við vitum að því að það eru þegar hafnar viðræður milli aðila til dæmis í öðrum próteinframleiðslu verksmiðjum eins og grísakjöt og eins og kjúklingakjöt. Það sem eru svona 3 aðilar stórir, þegar ekki? 2 svona stórir og annar svona aðeins minni. Nákvæmlega. Þetta er alltaf þannig. Og þá erum við náttúrulega komin út í það að ef það verður farið út í slíkar sameiningar þá verður það óafturkræft að því að samkeppniseftirliti hefur ekkert að segja því að afurðastöðvar sameinast og skilaboðin sem atvinnulífið að þá að senda okkur þjóðfélaginu að Ísland sé bara of lítið fyrir samkeppni að það eigi bara að vera eitt fyrirtæki í hverri grein og það sé bara nóg og það þurfi þá ekkert að fara eftir samkeppni. Það hefur þetta verið þannig að Ísland of lítið fyrir samkeppni og það eru 3 fyrirtæki í hverri grein í tryggingum, í olíusölu, í dagvöruverslun og bara you name it. Þannig að núna getur orðið staðan í kjötframleiðslu, í svínunum og kjúklingunum, svo getur náttúrulega kjúklingarnir og svínin saminast. Ekki nóg með það, heldur geta líka átt í samræðum skipt upp markaðinum þó að sé áfram 2 fyrirtæki. Nú eru allan með þegar í hinum gerum, matvörugeirunum, tryggingageirunum, bankageirunum, þó að sé 3-4 fyrirtæki í hverju grein, þá mega þau ekki tala saman. En það er ekkert sem kemur í veg fyrir það að afurðastöðvar tali sig saman saminist til dæmis kaupa tollakjöt sem er heimilt og eða skipti milli sín markaðunum og svo framvegis og þetta hefur ekkert með bændur að gera. Þetta eru 2-3 stöndugar fjölskyldur í Reykjavík sem eiga þessi fyrirtæki. Það eru matfugfjölskyldan sem á meðal annars almenna leigufélagi sem maður ekki heiti núna, hvort það heiti Alma eða eitthvað.
Nákvæmlega, og þannig að þetta er ekki svona, ef fólk sér fyrir sér svona fjölskyldubíli, eitthvað þar eftir sveita, þar sem að fjölskyldan er að vinna bændunir eins og er alltaf í SS-auglýsingunum, þá er þetta ekki það. Nei, það er engin munur á kjúklingaverksmiðunum í Mosfellsdali eða kjúklingaverksmiðunum á Jótlandsheiðum eða grísaverksmiðunum í Dresden eða grísaverksmiðunum upp á Kjallarnesi. Það eru með þess að sama fólki frá sömu löndunum sem er að vinna í á þessum stöðum fyrir sömu launin nánast. Ég hef rættið áður samkeppni á raforkumarkaði sem hefur leitt til þess að þú verður bent á það, eini maður sem verður bent á að verð á raforku verður hækkað undanfarið. Og það hafa margir verið að benda á að það þurfa að gera eitthvað í þessu til þess að tryggja orkuöryggi almennings og orkuöryggi er eitt að almenningur getur fengið orkuna en svo er annað að getur fengið á eðlilegu verði, þess að ekki okra á almenningi. Það frumvarp er eiginlega ekki komið fram. Það var annað frumvarp sem áttilega hemja aðeins heildsölumarkaðin sem er svona eitthvað undarlegur. Það strandaði, en hvað var eitthvað sem að slapp í gegn? Það slapp í gegn frumvarpum sem segir að komi til skömmtunar þá eiga heimilin og litlu fyrirtækin að njóta forgangs, sem er fínt og gott, en það er ekkert sem kemur í veg fyrir að raforkan sé þá seld á yfirsprengdu verði. Það er ekkert sem kemur í veg fyrir það hækki upp úr öllu valdi. Og þá er það eiginlega bara þannig að þó að heimilin njóti forgangs, ef þau hafa ekki efni á að kaupa raforkuna, þá skiptir slíkur forgangur engu máli. Og þess vegna verður að vera verðþak á raforkusölu til heimilana. Nógu erfitt er nú að búa á Íslandi þó að raforkan fari ekki að hækka, hún hefur hækkað 16% á þessu ári, sem er 4 sinnum meira heldur en almennt verðlag. Og það stefnir í það og muni hækka mun meira, þannig að nógu erfitt er að búa hérna. Það var forsötu þess að geta búið í kuldanum og í skammdeginu, að það ljós og hiti sé ódýr. Og sér í lagi er þetta alvarlegt fyrir heimili sem búa á svokölluðum köldum svæðum, þar sem húsin eru hituð upp með rafmagni. Og þetta er bara stórt mál og mjög skrítið að þetta skulle ekki hafa komið. En er ekki skrítið að við séum lent í þessu vegna þess að orkufyrirtækin hafa yfirleitt verið í félagslega reikin. Við höfum náttúrulega Reykvíkingar hafa byggt upp orkuveituna og hitaveituna og rafmagnsveituna og síðan erum við með Landsvirkjun og svo eru til sambærilega fyrirtæki í einhverju mæli annars staðar. Er ekki skrítið að við séum lent í þessari stöðu? Af hverju erum við ekki með þetta sem grunninn af orkunni okkar að það sé ódýr orka til okkar? Í öllum þessum umskiptum þá bara gleymdust neytendur. Það er bara þannig að neytendur eru svo lítil stærð og þangað til, nú man ég ekki, langar að segja 98, þá 1998 þá var Landsvirkjun skyldu til þess að afhenda heiminu raforku. Svo skylda var aflögð og ekkert kom í staðinn. Þannig að nú er verið svona aðeins að reyna að laga það að við skulum nú tryggja þeim raforku sem reyndar er skylda stjórnvalda samkvæmt 3. orkupakkanum. Þar segir bara hreinlega að ein af skyldum stjórnvalda í löndunum sem samþykkt hafa 3. orkupakkan sé að afhenda heimilum og litlum fyrirtækjum raforku sem er stöðug og á sanngjörnu verði. Það hefur nú ekki virkað í Evrópu. Það hefur ekki virkað núna þrefalt verð eins og í Bretlandi. Það er konur út úr Evrópusambandinu. Venjulegt heimilin að borga 3 sinnum meira í orku en gerðu bara fyrir 4 árum. Algjörlega, en nú þeir settu í gang eftir á styrki. Og það er eitthvað sem við þurfum ekki að gera. Þannig að heimilin voru styrkt bæði í Evrópu og í Bretlandi til borga og ógrarranum. Og við þurfum ekki að gera það. Við getum gert þetta fyrirfram að bara tryggja að því að heimilin á Íslandi nota bara 5%, innan við 5% af þeirri raforku sem framleitt er á Íslandi og 5% og nú er að rífast veiðigjald sem er svona ágjald fyrir það að fá að veiða fiskinn í landinu. Við höfum lagt það til hjá Neytendasamtökunum að raforku fyrirtækin sem er að framleiða raforku verði gert að veita 5% af sinni raforku sem þau framleiða inn á heimilismarkaðinn til þess og við höfum ekki eins og til þess að gefa hann heldur bara á kostnaðarverði sem er fundið út af Orkustofnun eða sem er sama og er þetta
á þetta ekki við vatnið og eitthvað fleira, þú mátt ekki okra á vatni. Nei, það er sem sagt hámarks arðsemis, það er sem sagt arðsemis þak á vatni, það er arðsemis þak á heitu vatni og köldu vatni og á flutningi rafmagns. Og það sama á náttúrulega eiga við raforkusölu til heimila. Svo með þessi fyrirtæki selja fyrirtækjum og stóriðinu á eins háu verðu þeim listir hitt 95% af þeirri orku sem þeir eru fram. Herðu, en þú sagðir áðan að neytendur verður svo litlir í huga stjórnvalda líklega, að ég ætla að hitta Júlíu Sólnes sem er fyrsti umhverfisráðherrann eftir og við ætlum að tala það hvaða afleiðingar það hefur að umhverfismálin sem sett undir iðnaðarráðuneytið eiginlega, sem er orkumálaráðherra og ég veit að hann er á móti því. Og ég fór að velta fyrir mig svona leiðinni hingað upp yfir, ég er ekki svona fleiri dæmum að það er einhver einn ráðherra sem á annars vera að gæta hagsmuna framleiðandana og svo neytendana. Neytendamál eru undir atvinnuvegar, þú getur hugsaðir. Þannig að fyrir ráðherra, Þórdís Kolbrún, sagði það bara hreinlega oft sinnis að það væri átök innan eða togstreita skulum við segja hvort hún ætti að fylgja neytendurum eða framleiðendum eða atvinnuvegar. En ef þú myndir labba inn í þetta ráðuneyti þá er þarna einhverjir kallar og konur sem eru að vinna fyrir landbúnaðinn og útgerðina og þarna það er eiginlega enginn sem er að vinna þarna fyrir neytendur, er það? Jú, það er skrifstofa neytendamála, já, það er það alveg. En hún er lítil með við hitt. Hún er, ég veit svo sem ekki, ég þekki ekki hversu stór, en það eru öflugt starfsfólk, en málsinn kannski oft lítil. Eins og kannski að vera að halda því fram að umhverfis sjónarmiðin geti orðið í sameiginlegu ráðuneyti og maður heyrir það bara hjá ráðherranum. Hann talar eins og bara hann ætla að virkja allt. Hann talar aldrei eins og umhverfisráðherra. Nei, það er alveg rétt og það sama finnst manni stundum verandi fulltrúi neytenda, þá finnst manni stundum að atvinnuvegirnir fái njóti nú meiri stuðnings í ráðuneytinu heldur en neytendur. Því miður. Herðu, Play er ekki að fara á hausinn kannski, heldur er að draga saman seglin. Þegar að síðasta flugfélag fór á hausinn, að þá voru þið svolítið að fjalla það vegna þess að þá höfðu margir keypt miða og það ekki. Og líka þegar kemur COVID og svona, þá hafðu menn keypt miða hjá Icelandair og fleiri stöðum. Og þá átti svona færa varpaði yfir á neytendur, þeir myndu fjármagna eiginlega vandræði flugfélagana. Hvað gerist þegar Play leggur niður svona leggi eins og til Ameríku og er ekki einhverju neytendur sem að eiga þarna inni að hafa keypt flugfélag? Jú, Play hefur verið og það gildir svo sem fyrir öll flugfélag. Það kemur fyrir öll flugfélag að þau þurfa að leggja niður eða fella niður flug. Þegar að flugfélag fellir niður flug, þá má neytandinn velja tvennt. Annars vegar að fá endurgreitt flugið og þá er hægt að gera það með inneign eða þá með sama hætti og hann greiddi fyrir flugið. Nú, eða það að flugfélagið, þrátt fyrir að fljúga ekki á staðinn, verður að finna flug eins nálægt þeim tíma og þú vilt fara og flytja þig fram og tilbaka með öðru flugfélagi. Og þetta hefur því miður verið misbrestur á að flugfélög og núna Play sé að segja fólki frá. Þannig að Play er ekki að gera samningu Delta að taka sína farþega? Nei. Það ættu nú að geta gert svona pakkadíl við eitthvað flugfélag og taka þetta bara yfir? Auðvitað ættu að gera það og auðvitað það sem verra er að neytendur þekkja kannski ekki alltaf rétt sinn í þessum málum. Og það er svona svo mikilvægt að við erum með á neytendasamtökunum ns.is/flug allar upplýsingar réttindi fólks þegar þegar verður einhvers konar röskun hvort sem þú týnir flugfélagið týnir töskunni þinni, hún kemur beygluð eða það verður seinkun eða flugið fellt niður. Og við erum með á þessari vefslóð allar upplýsingar og flugbóta reiknivél. Það sem fólk getur reiknað út bara nákvæmlega hvaða réttindi það á. Og annað í þessu er að það eru óprúttnir aðilar, vil ég segja, sem eru núna að auglýsa að þeir geti sótt þessa bætur fyrir fólk og taka alltaf þriðjung af bótunum sem fólk á fyrir að það eitt að fylla út eitt eyðublað á netinu og þetta er ekkert mál að gera þetta. Og neytendasamtökin hjálpa sínum félagsmönnum að sjálfsögðu að gera þetta og leiðbeina öðrum og allt þetta er að finna líka á þessari vefsíðu hvernig er hægt að gera þetta ókeypis.
Það myndur þú flokka þetta sem svona netsvindl, þetta bara venjulegt svindl, þetta ekki netsvindl. Þetta svona, þetta ekki svindl beint, sko, hann verið að svona elda, þetta svona bóta... Það mikið netsvindl í gangi. Ég ykkur útlenskt númer, ég bara svara þessu ekki. Ég vil helst bara að fólk hafi sambandið mig bara með SMS fyrst, ókunnu númeri. Númerið ég þurfti að kaupa vöru frá útlöndum, fekk ykkur tilkynningur á DHL. Ég var svona að hugsa, já, býttu fór á gatu og hvort þetta væri raunverulegt. Þorði ekki að svara þessu, því einhvern tímann fékk ég ykkur og svona. Ég svaraði því ekki. Þá var að vera að reyna að narra út um henni númer. Það alltaf inn á Messenger, alltaf kom eitthvað fólk, hvað númerið þitt. Þannig það alveg rosa mikið í gangi af svona svindli út um allt. Það mikið áreiti og við séð mikla aukningu núna bara upp á síðkastið og líka þetta með gervigreindinni þá eru svikarhapparnir að verða betri og betri og þeir geta núna logið upp á þóst vera að hringja úr íslensku símanúmeri og þannig að fólk þarf að vera allavega hafa varan á alltaf þegar þú svarar svona og líka það sem ruglar þetta svolítið í rýminu að nú eru stór og stöndug fyrirtæki á Íslandi að senda út tölvupóska sem gætu eins verið frá svikarhöfum. Þeir líta eins út, þeir eru með svona linka þannig að þetta mjög... Þeir eru með sömu gervigrindinni innu. Já, og það bara ekki í boði að stór og stöndug fyrirtæki hægi sér eins og svikarhöfum því hverju á fólk þá að trúa? Já, og það ekkert öryggi, fólk heldur að það sé eitthvað öryggi í þessu stór fyrirtækjum eins og Facebook og svona, þeim alveg sama virðist vera. Þeir þykjast alltaf ætluð á tímabili að síða umræðinu og hvað vera, en þeir geta ekki haldið aftur af svikarhöfunum. Nei, því miður, og þetta nú eitthvað sem Neytendasamtökin á Norðurlöndum ætla að láta til sín taka. Það verið að skoða það. Hvort það sé ábyrgð Facebook. Hver ábyrgð Facebook sé í raun og veru. Herðu. Breki, frábært að fá því að koma hérna í hraðsóðnar neytendafréttir. Mér finnst að þetta eigi að vera svona einu sinni viku á Ríkisútvarpinu. Minnst, sko. Minnst þeirra. En þetta á samstöðinni. Ég ætlum að hafa stuttan auglýsingatíma hérna og svo kemur Júlíus Solnes sem er fyrsti umhverfisráðherrann. Ég ætla að tala við hann þá tilhugun að hafa umhverfisráðundið inni í iðnaðarráðundinu eftir augnablik. Já, við höfum verið svona aðeins að ræða umhverfismál og orkumál hérna undanfarið út af ákvörðunum sem að umhverfis- og orkumálaráðherra hefur tekið varðandi vindmyllugarða í Garpsdal og svo ákvörðunum það að þrýsta í gegn Hvammsvirkjun svo að dómstólar hafa komist að þeirri niðurstöðu að það hefði ekki verið farið eftir lögum, þetta flókið mál þarna, þetta tengist vatnasviði sem ekki var rannsakað nægilega, þetta þurfti að gera samkvæmt Evrópureglum. En þetta með að sami ráðherrann sé að vasast í orkumálum og umhverfismálum, þetta hefur lengi verið umdeilt og okkur langar aðeins að ræða þetta mál núna og þessum fengu hingað Júlíus Solnes sem er fyrsti umhverfisráðherrann. Já, takk fyrir. Blessaður, velkomin. Herðu, þegar það var ákveðið að hafa þetta ráðuneyti, þetta var í ríkisstjórn Steingríms Hermannssonar, þegar borgaraflokkurinn gekk inn. Já, heldur betur. Já. Var þetta eitthvað tíma rætt að þetta geti verið í sama ráðuneytinu? Sko, við rættum þetta oft ég og Steingrímur og það bar oft á góma í þeirri löngu umræðu sem fór fram áður en ráðuneyti var nú til. En ég held að við hefum verið mjög sammála um það að orkumála og iðnaðarráðherra mætti undir engum kringumstæði vera líka umhverfisráðherra. Þar takast á stálinn inn og það er hlutverk umhverfisráðherrans að gagnrýna hugmyndir iðnaðar- og orkumálaráðherrans og passa upp á að hann fari ekki fram úr sér. Svo það er afleitt að þetta sé sami maðurinn og ég benti á þá staðreynd að það væri best að þeir væri ekki eins og í sama flokki. Því að ef þeir eru í sama flokki, þá er alltaf hægt að beita flokksaga og kannski verður minna úr gagnrýni umhverfisráðherrans á einhverjar kyndugar hugmyndir iðnaðar- og orkumálaráðherra. Og þá leistu á það að það væri umhverfissjónarmiðin sem yrðu að lúta í lægra haldi oftast. Já, því miður þá vill það nú verða svo og ég leit á að hlutverk og bakgrunnur umhverfisráðherrans væri sá að standa vörðum umhverfið og passa upp á að menn færi ekki fram úr sér í einhverjum hugmyndum þróun og annað þess háttar. Já.
Af hverju var þetta ráðuneyti búið til í ríkisstjórninni þessum að... Það var nú búið að reyna að koma... Tengdist það þér, valdið þú þetta ráðuneyti? Já, nei, það, sko, má kannski segja að það tengdist mér óbeint, en það var margbúið að reyna að koma á umhverfisráðuneyti. Það var þegar byrjað á því í tíð ríkisstjórn Geirs Hallgrímssonar á 8. áratugnum, en það rann alltaf út í sandinn og það eiginlega reyndu allir ráðherrar að koma á umhverfisráðuneyti, en þegar þessi skrýtna staða kom upp, þegar stjórnin sprakk í beinni útsendingu haustið 88, þá vildi engin ráðherra gefa eftir sitt ráðuneyti þegar við áttum að koma inn í ríkisstjórnina og þá kom upp þessi hugmynd að bara drífa í gegn að stofna umhverfisráðuneyti. Og mér hugnaðist það mjög vel því að ég hef alltaf haft mikinn áhuga á umhverfismálum, frá því að ég var bara smástrákur í sveit. En þegar þetta byrjaði, var þetta litið á þetta sem svona auka ráðuneyti, fannstu fyrir því eða? Jú, menn sko reynda að halda því á lofti sérstaklega stjórnarandstaðan í sínum löngu ræðum. En svo þegar, sko þetta var nú eiginlega sko keyrt í gegn með sko tvennum lögum. Þannig að fyrst voru bara lögin að breyta stjórnarráðinu, bara upptalninguna og heiti ráðuneytana, sem einföld breyting. En stóra frumvarpið var sko að flytja verkefni frá öðrum ráðuneytum inn í þetta nýja ráðuneyti og þar var það allt vitlaust og enginn vildi missa neitt og nema Svavar Gestsson, hann var eiginlega jákvæðastur að losa menntamálaráðuneytið við alls konar verkefni sem sátu þar inni, eins og að stjórna Geysi og gosum þar meðal annars. Þannig að fyrst hefur ráðuneytið bara verið samtíningur á því sem verkefni sem mann lá fyrir. Þannig að það hefur tekið eitthvað tíma að móta raunverulega umhverfisráðuneytið, eða hvað? Já, það var ekkert sko, gert í 1, 2, 3, það tók einhver ár og svo komu ný verkefni sem sko aldrei höfðu verið sko prófuð hér fyrir. Það var til dæmis sko þetta meta umhverfisáhrif stórframkvæmda og skila sko skýrslum hver þau væru og nota sko niðurstöður slíks mats til þess að bæta sko hönnunina og sko hagræða verkefni þannig að ylli minni umhverfisáhrifum. Og þetta var eiginlega fyrsta stóra verkefni sem fór í gang meðan ég var ráðherra og var kannski undanfarið þess lögi voru reyndar ekki sett fyrir inn í tíð Eiðs Guðnasonar sem tók við af mér. En til að gera gaman að þá byrjaði ég og setti á fót námskeið í hvernig ætti að sko haga sér við að gera svona mat upp í háskóla og það kennt enn þann dag í dag að meta umhverfisáhrif af völdum skipulags ákvarðana og breyting á lögum og þegar farið út í stórframkvæmdir, bæði vegir, brýr og versmiður og hvað eina og nú ekkert gert öðru að áhrif slíkra ákvarðana séu metin, hvaða áhrif það hafi á umhverfið. Já, og meðal annars ástæða fyrir að búið að bæta við það núna, meðal annars Evrópureglum. Já. Ástæða fyrir því að Hvammsvirkjun strandar, að það er bara eins og menn það eru nýja reglur á Evrópusambandinu og þær reyndar komu nú síðustu aldamót, þá gaf Evrópusambandið út gríðarlega reglugerð hvernig ætti að sko haga svona mati umhverfisáhrifum og það tók svolítinn tíma að innleiða þær reglur hér heima en það hafðist nú að lokum. Já, en í aðdragandinn að því að þetta ráðuneyti búið til má rekja alveg til ríkisstjórnar Geirs Hallgrímssonar sem er 74-78 og ráðuneyti búið til 88-89. Já. Og þá skiptir það höfumáli að þínu mati að þetta sé sjálfstætt ráðuneyti og sé ekki með orkuiðnaði. En núna í tíð ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur að þá ákveðið að sameina þetta þegar Guðlaugur Þór verður umhverfisráðherra. Já, þá var allsherjar uppstokkun á ráðuneytunum. Það var nú annað mjög sérkennilegt að þá voru menntamálin tekin og hlutu niður í marga parta og dreift á milli ráðuneyta sem engin botnar upp niður í. 3 ráðuneyti. Já, og þarna illu heilli var farin svo leið að sameina, eins og ég segi, sko, 2 póla sem eiga ekki að vera saman. Mundur þú telja að þetta væri svo veigamikil ákvörðun að það mætti að líta á að sjálfstætt umhverfisráðuneyti að eigi bara þennan tíma frá þér og fram að Guðlaugi?
Það liggur við, sko, því að ég sé bara ekki hvernig, sko, starfandi iðnaðar, orkumála og umhverfisráðherra ætlar að leysa þessi mál. Sko, hann í einu hlutverki þennan daginn og svo á hann næsta dag að bregða sér hlutverk umhverfisráðherra að gagnrýna það sem hann gerði daginn áður. Þetta gengur ekkert upp. Já. En það ekki sumstaðar í stjórnkerfum sem þetta svona, ég ekki matvælaráðherra á bæði að vera ráðherra þeirra sem eru að framleiða matinn og okkar hinna sem eru að neyta hann, hann á að gæta neytendasjónarmið. Jú, mikil ósköp, það eru víða árekstrar. Já, en kannski ekki jafn veigamiklir og þessir í þetta. Nei, enda þetta er svo augljóst í sambandi við umhverfismálin að umhverfisráðherra sem áimitt að gagnrýna sko, þá sem að fara fram með einhverja framkvæmdir eða breyta, hvað ég var að segja, skipulagi þjóðarinnar, að það verður einhver að vera sem rannsakar áhrif þess á umhverfið og passar upp og þau verður ekki of mikil. Og það sem sko, ég lærði í þessu þegar ég var að setja mig inn í þessar reglur sem eru samfara að meta áhrif á umhverfi af völdum alls konar framkvæmda og líka lagasetninga. Að oftast sko, þegar svona mat á slíkum áhrifum framkvæmd, þá skilar það af sér sko, betri hugmyndum, þannig að það bætir hönnun á verksmiðjum og það bætir kannski lagasetninguna. Það hægt að sko, taka tillit til sko, áhrifana sem verða á umhverfið og koma inn mótvægisaðgerðum strax inn í lögin. Þannig að þetta ekki neikvætt fyrir þá sem að vilja virkjanir, en svo virkjanir sinna oft láta þetta sé bara truflun, þetta sé bara peningaðisla. Nei, alls ekki, sko, því að gott mat á umhverfisáhrifum það á að vera til þess að bæta verkefnið. Þannig að það verði betra gagnvart umhverfinu og oft það þannig að verkefni sjálft verði betra, líka tæknilega séð. Ég hef oft séð þá niðurstöðu að mat á umhverfisáhrifum leiðir einfaldlega til betri hönnunar mannvirkja og frágangi skulum segja framleiðslukerfa. Já. En þú horfir tilbaka yfir þessi 35 ár frá því að ráðuneytið var stofnað. Finnst þetta að vera góður árangur að þessu? Á sumum sviðum. Ég er mjög ánægður með sko, þessar hugmyndir að vera með þjóðgarða og vernda landið með þeim hætti. En sumt sko, hefur látið danka og sérstaklega, þegar ég var í þessu, þá fór ég að setja mig inn í hvernig staða mála væri bæði holræsamálum og sorphirðumálum og komst að því að þar var allt í steik. Þannig að við vorum aftarlega á merinni og mátti líka okkur við svona vanþróðu lönd í Austur-Evrópu að þessu leyti. Síðan, og það hefur ekki mikið gerst í þessu Nei, mér finnst ekki að hafa gerst nóg í þessum málaflokkum og ég tek eftir því að sko, umhverfisráðuneyti eða sko segja ríkisstjórnin hefur tekið þann kost að vísa þessu bara alfarið til sveitarfélagana og láta þau þetta. En sveitarfélagin hafa sko misjafna hagsmuni. Þau eru lítil og stór og það er ekki nokkur leið að fá þau til að vera með samstillt átak í svona efnum. Ríkisvaldið verður að vera sá aðili sem markar stefnuna í svona málaflokkum. Já, ég man að Ingibjörg Sólrún sagði einhvern tímann að líklega hefði tiltekt í þessum málum, skolpmálum og verið stærsta verkefni sem hún stóð fyrir meðan hún var ráðherra, en líka það verkefni sem hún fengið minnsta þakkir fyrir. Það er bara ekki boðið upp á eitt klapp. Já, ég er sammála því að það var enginn sem hafði áhugað í heyranett sorpmál og skolp. Vildi ekkert þau mál vita. Nei, þannig að það er kannski eðlilegt að það sé þá hlutverki ríkisins að í gegn því að bæði eru sveitarfélög veik og það er kannski ekki svona, þetta er ekki mál sem að kjósendur eru að þrýsta á. Nei, en það er til dæmis bara gott dæmi eins og í sorphirðunni að sko, við urðum meira sorp á Íslandi heldur nokkur önnur Norður-Evrópuþjóð. Það er náttúrulega hægt að urða sorp í öllum nágrannalöndum okkar. En við urðum hér yfir 200.000 tonn á ári þetta samfélag okkar. Og hefur við hugmyndir að nýta það ekki með því metanframleiðslu? Já, það er nú bara þannig að það er alveg sama hvernig maður horfir á þetta að 15-20% af heildarsorpmagninu, það er ekkert hægt að gera við það. Nema að brenna það, urða það. Herðu,
Ég tók eftir því að þú varst að skrifa svona gegn vindmyllum, ég veit ekki hvort þú setja á mótið þeim eða varst með svona einhverjar varúðarorð. Það virðist vera og við höfum svolítið rætt það hérna, það eru umsóknir vindmyllugarða. Það er tvöfalt ekki orkuna sem verður framleitt heldur, það er eitthvað önnur mæleininga. Ég held að 20-30 svona verkefni sem að bíða. Og nú er búið að hleypa einu í gegn Garpsdal og erfitt kannski að neita þá öðrum að því að fordæmið er komið. Já, mér finnst þetta stefna að vera mjög óheillavænleg þróun og ég er mjög hræddur þegar það er opnuð svona glufa vegna þess að það er eins og þú segir, það eru alveg ótrúlega margir lukkurittarar sem bíða hér á hliðarlínunni og ætla sér að fá leyfi til að setja vindmyllugarða og græða mikið. Þannig að ég bara hræddur að hér stefni bara í svona ástand villta vestusins í þessum málum. Þetta verði jafnvel verra en laxeldið. Af hverju? Hvað er það sem er hættulegt við vindmyllur? Sko, það er náttúrulega, bæðir það að þetta er náttúrulega ekki fallegt að fara að hrúa vindmyllum hérna út alla koppagrundir. Við eigum fallegt land og svo er spurningin, þurfum við á þessu afli að halda? Við höfum gríðarlegt vatnsafl í landinu og við nýtum það ekki nærri nógu vel. Við gætum fengið, sko, mér skilst að það sé auðvelt að fá 20% meira afl út úr raforkukerfinu, þar sé vatnsaflskerfinu, með betri vatnsmiðlunum. Og það hafa nú verið mikil andstaða gegn þeim, sérstaklega ef það eru upp á hálendi að setja vatnsmiðlanir þar. Þá er það að tala að grafa ykkur á skurða á milli ykkur? Já, það er ekki saman hvernig þetta er gert, sko. Það er hægt að gera þetta, þannig að þetta falli vel inn í náttúruna. En ég segi bara að mér finnst það sko æskilegri lausn heldur en að fara að hrúa upp vindmyllum. En svo er líka annað verra að sko vindmyllur, rafmagn, það orkar dálítið tvímælis, sko, menn hugsa ekkert út í allt ferli frá hvað ég má segja, fæðingu vindmylluna til dauða. Og þá vaknaðu spurningar, er þetta svona umhverfisvænt eins og menn vilja vera að láta? Ætlaðu að tala bara framleiðsluna á vélinni? Það er notað mikið að sjaldgæfum jarðefnum í vindmylluspaðana, því að ef ekki þá bara tætast þeir upp í rokkinu og svo er að leggja veg. Svo er að leggja vegi og það er að steypa gríðarlegar undirstöður undir þessar stóru vindmyllur og skulum segja að þær eru fjarlægðar eftir einhver ár, þá situr eftir hérna steypulungur í náttúrunni og það bara alveg hrúa af þeim út allt. Þannig að ég vil miklu frekar reyna bara að halda áfram með vatnsaflsvirkjanirnar hérna og reyna að fá meira út úr vatnsaflskerfinu. Ég held að við getum það vel. Og svo er annað að það er engin ástæða fyrir okkur að halda það að við eigum að koma móts við allar óskir að hinga geti bara allir komið til að fá grænt rafmagn og það sé bara einhver skylda okkar að láta þeim í raforku. Ef einhver dettur í hug að reisa hér gagnaver, þá bara þá er orðið orkuskortur? Já, ég finnst þetta bara alveg fráleitt og það er oft verið að telja manni trúum að við einir getum framleitt raforku, það er að segja græna raforku, vatnsaflsorku og jarðvarmaorku. Almáttugur, sko, við erum bara sko, langt fyrir aftan komu í þessu samhengi á heimsvísu. Sko, orku, sko, vatnsafls rafmagn sem hægt var að framleiða í Asíu og Suður-Ameríku dæmis. Sko, þetta er mörgum stærðagráðum meira en það sem við framleiðum. Ættu þá að svara svona því sem stundum er sagt að við ættum að virkja og þó að við værum að virkja fyrir álver, að þá væri við raunverulega að hindra það yrði reist álver sem væri kerið á kóla orku ykkur starf annars. Já, hvað almáttugur, sko, síðast þegar ég gáði þá erum við, held ég, í 20. sæti sem vatnsaflsvirkjunarland. Með því að Bólivía er með virkja miklu meira rafmagn með vatnsaflendur en við gerum. Og þar eru alveg endalausi virkjunarkostir út allt í Suður-Ameríku. Þannig við höfum ekki að ganga á fágæta náttúru okkar? Ekkert endilega, ég sé enga þörf fyrir það. Og svo við björgum ekkert heiminu með því að eyðileggja allar ára á Íslandi. Til þess að koma einhverjum gagnaverum hingað sem annars getur bara verið í Bólívíu? Já, þess vegna. Þannig þeir finnst vera svona fölsk umræðum að við þurfum svo miklu orku út á orkuskiptum? Já, svo sannarlega.
En ekkert að meina að það sé þannig að við getum bara nýtt það sem við búum að virkja og virkja kannski einhverja fleiri vatnsaflsvirkjanir, mér finnst þú vilja það. En 85% af þeirri orku sem við framleiðum í dag fer í þessi álver og stóriðu. Já, ég vil nú bara rifja upp hérna orð skólabróður míns Hjörleifs Guttormssonar sem sagði að besti virkjunarkostur Íslands væri að loka álverinu í Straumsvík. Ég er ekki að segja það, ég gerist í dag en ég held að sé ekkit óeðlilegt að eitthvað af þessum gömlu álverum þau loki smá saman. Sérstaklega í Straumsvík það álver er náttúrulega bara komið inn í miðja byggð á höfuðborgarsvæðinu og mér finnst það bara ekki eiga heima þar lengur. En eins og ég segi, ég vil bara undirstrika það að við getum fengið miklu meira út úr vatnsaflskerfinu. Ég hef heyrt tölur að við getum aukið aflið í vatnsaflskerfinu nú sem við erum þegar búin að byggja 20% með betri miðlunum. Getum dunda okkur við það, þangað til að því kemur sem er óumflýjanlegt að álverið í Straumsvík loki, eða ekki? Ég tel að það hljóta verða að lokum og þá náttúrulega losum við mikið rafmagn þar. Og kannski dettur inn bara 25% af allri orku. Nú ég hef í sjálfu sér ekkert amast við því að Landsvirkjun prófi að setja upp vindmyllur á hafinu við Búrfell sem þeir eru að gera. Og við Blöndu, ég held að vilja það líka? Já, ég myndi nú láta þennan fyrsta reit duga og sjá hvernig það þróast og gagnast. En að hleypa einhverjum lukkuritturum hér inn á þennan markað finnst mér algjörlega fráleitt. Finnst þér það að vera svona atriði sem mætti skoða í þessu hvort að við værum með þessu að leyfa lukkurittur sem er mikið til erlendir í fjárfestar allra þjóða kvikindi sem eru að sækja hér leyfi til þess að vera með vindmyllugarða. Þannig séum við raunverulega svona einkavæða raforkukerfið sem hefur verið í ágætis höndum hins opinbera. Það er svo sannarlega og ég óttast verulega að þetta geti leitt af sér hækkun á raforkuverði til almennings í landinu ef við farið inn á þessa braut. Og svo er annað að... Það leiði til svona markasvæðingu sem endanum við getum lent í svipari stöðu og íbúar Kaliforníu og fleira og náttúrulega Evrópu sem að vann á bara eftir innrásina í Úkraínu sem að Evrópubúar lentu bara í stórkostlegum vandræðum út af markasvæðingu raforkunar. Einmitt, heldur betur. Og ég held að við erum vön því að búa hér í landi þar sem orkan er ódýr og það er alveg svakalegt ef allt í hennu bara sitjum uppi hér að orkuverð hefur fjórfaldast í verði og ég er ekki vissum að fólk verði almennilega ánægt með það. Hún Hallar Hund hefur svolítið verið að ræða þetta. Já. En svo er eitt líka annað í þessu að vindaflið er þannig að það er þó ekki nema, það er ekki virkt nema kannski 36% á árinu. Og það þýðir að ef þú ætlar að fara að fæða einhverja verksmiðjur með þessu rafmagni, þá verður að hafa varaafl. Og ég hef heyrt þessa talsmenn fyrir einkaaðila sem ætla að byggja vindorkuver að þeir nánast bara segja að Landsvirkjun bara verði að útvega þetta varaafl sem þurfið og sumir tala að það þurfi að vera til varaafl fyrir hvert einasta vindorkuver upp á 90% af því afli sem vindorkuverið framleiðir. Og Landsvirkjun svarar alltaf því til að þeir hafi ekkert afgangsafl og geta ekkert skaffa svona og þá segja bara hinn að bara ríki verður bara að sjá þetta. Já, ég held að þeir vísi bara til svona þessu samkynnuslaga að staða Landsvirkjun og orkumarkaðs er svo sterk að þeir verði að verða víkjandi framleiðandi. Já, nákvæmlega og þess vegna held ég eins og ég segi að þetta stefni bara hraðbyr inn í að verða eins og í villta vesturinn í gamla daga. En á hverju er ekki svona þroskar umræða þetta eins og kom mér á óvart þegar ég sá þetta leyfi veitt á Garðstað. Mér fannst þetta vera bara eins og þetta væri varla byrjuð umræðan? Nei, og mér finnst það vanti umræðum þetta á Alþingi þegar ríkisstjórnin hlýtur að verða að marka einhverja stefnu í þessum málum. Hvað viljaði, hvernig ætlar að haga orkustefnu til framtíðar? Og með án vindorku. Þannig að mér finnst við bara að ana áfram. Þetta er nákvæmlega eins og með laxeldi finnst mér. Þetta stefnir alveg í sama farveg. Júlíus, þú ert verkfræðingur og þú vannst í alls konar svona verkefni sem var tengt bara jarðhræringum og eitthvað slíku, það ekki rétt munað hjá mér? Jú, ég byrjaði nú á því að ætti frá Akureyri og fór til Japan og var þar í heilt ára að læra hvernig ætti að hanna mannvirki á jarðskjálftasvæðum. Það var svona það sem ég byrjaði með. Og svo lendi ég náttúrulega þarna í að starfa með föður mínum að ég byggja á Kröfluvirkjun og þá fekk ég gríðarlegan áhuga á jarðvarmaorkunni og finnst hún vera mjög spennandi kostur.
En þar gengu í gegn Kröflueldar sem eru svolítið líkir að því að það var neitt gosið í dag. Heldur betur og það hefur nú mikið verið talað sko samlíkingu við Kröflueldarna. Þeir stóðu nú yfir í næri 10 ár og það ég man ekki hvort það voru 9 gos sem við fengum á þeim árum. Og hægt að telja bara eins og að gerast núna. Man ekkert hvað þetta gos er. Nei, sko, og vorum talað ég á dóttir mín áðan að það var allar maður kippið sér við, sko, þó að séu satt frá því útvarpið að sé hafi gos. Það hefur eiginlega hægt að hafa áhrif á mig. Bara aðtöku hvort það sé eitthvað nálægt byggð og ef það er ekki þá missir maður á hann. Já, þá bara missir maður á hann. Þetta er alveg ótrúlegt ástand. Já. Hefur eitthvað verið að velta fyrir þér svona Suðurnesja eldjum? Ekki svo sérlega mikið, sko, ég gerði það aldrei þegar við vorum að skrifa bók náttúruvá fyrir 10 árum síðan og þá man ég að þeir skrifuðu kafla í myndum Reykjanesskagann, Kristján Sæmundsson jarðfræðingur og Magnús Ásgeirsson að ég held og Kristján setti það fram töflu sko, hvernig þetta hefði hegðað sér frá ísöld. Það hefði verið 850 ára goshlé og svo komið 250 ára gosskeið og það passaði alveg að það var akkurat komið að nýju gosskeiði. Það mátti bara lesa út úr töflunni hjá honum og þannig að hann hefur svo sannarlega haft rétt fyrir sér. Já. En þannig voru reistir miklu varnargarðar í kringum orkuverið í Svartsengi? Já. Og ég held að það hafi sýnt sig að það hafi margborgað sig því að við verðum að reyna að verja þetta orkuverð með öllum tiltækum ráðum. Það er alltaf að vera svakald að missa það. Já, það er náttúrulega bara að vegna þess að þetta er eiginlega eina orkan, eina heitavasorkan sem að fyrir út á Reykjanes. Akkurat. Þegar fyrsta gosið var náttúrulega í vetur og var eiginlega stór hætta fyrir alla íbúa Keflavík og Njarðvík. Já, heldur betur og ég bara get ekki hugsað til enda hvernig við höfum leyst það máli ef við höfum mist Svartsengi. Orkuverið þar, það er alveg skelfilegt. Herru Júlíus, gaman að fá þig að ræða hvort að orkumál og umhverfismál eiga að vera í samráðundinu. Þú ert ekki á því. Takk fyrir. Takk fyrir. Já, þetta lokin á Rauðaborðinu í kvöld. Ég þakka Júlíusi og öðru gestur sem hafa hingað komið og Maríu, Lilju og Sigurjóni Magnúsi fyrir að segja fréttir við Rauðaborðið og taka viðtöl og Maríu Pétursdóttur fyrir að taka upp og senda út. En ykkur þakka ég mest sem hafi verið að hlusta og horfa. Það eru þið sem að breyti þessi samtali okkar í fjölmiðlum og þau hefur líka byggt upp dreifikerfið bara með því að segja vinum og vandamennum frá efni sem ykkur líkar hérna. Þá finnur fólk efnið okkar á Facebook, á YouTube á síðum samstöðunar. Við erum líka á öllum hlaðvarsveitum, bæði undir nafni samstöðunar og líka einstakra þátta. Við erum í útvarpinu og stór höfuðborgarsvæðinu á 89,1 á FM. Það sendingar nást alveg upp á svona sunnanvert Snæfellsnesið, lengst upp í Borgarfjörð, upp á Litlu kaffistofu og út á Reykjanestá. En þar fyrir utan má hlusta á útvarpssendingarnar á spilarann, spilari.is er á netinu og svo er spilari líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á samstöðuna og allar íslenskar útvarpsstöðvar, hvað sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppinn að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman. Þar eru við númer 5 á fjarstýringunni. Kannski ef til vill munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptunum líka upp á efni frá samstöðinni sem er 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunnar, allar ársins hring, samfélagsumræða við þetta Rauðaborð og í öðrum þáttum samstöðunar. Það sem að knýr samstöðun áfram með sáhluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifendur. Þá leggur fólk eitthvað til í hverju mánuði. Grunnáskriftin er 2750 og þetta safnast saman svo að við getum rekið hérna öflugan umröðu vettvang og erum núna að þróa okkur áfram í því að vera með eins konar fréttatíma eða fréttir að hætti samstöðunar. Ef að þú hefur kannski fyrir löngu ákveðið að samstöðun sé mikilvægt fyrirbrigði í íslensku samfélagi, mikilvægt fyrir lýðræðið, en þá ættirðu kannski að láta verða af því að skrá þig sem áskrifanda. Það gerur með því að fara inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástendur áskrift, það getur skráðið fyrir 2750 krónur, þú mátt borga meira þú vilt og því sem er kjósið getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta er fjölmiðl og umræðuvettvangur í eigu hlustenda og áhorfenda. En þetta er gott í bili, hérna framundan eru endursýningar á hluta því efni sem við eigum hér á Lægir á samstöðinu. Við höfum verið að taka upp efni hérna í nokkur ár, mikið efni og enginn hefur séð það allt. Þannig að við í sumar erum við svolítið að rifja upp eldra efni og spila það hérna eftir klukkan 9 á kvöldin og fram eftir nóttu.
En við sjáumst hins vegar aftur á morgun á slaginu 7, þá verða það fréttir